Þá það þriðji dagskrárliður, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017-2020, seinni umræða. Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Þetta voru bókanir, það var vendilega samþykkja gjaldskrána eins. Jú, fyrirgefið. Þá það göngu til atkvæðagreiðslu gjaldskrána. Þess að geta samþykkt hana við að skefi merki. Sem á móti, 5 sitja hjá. Þá samþykkt með 6 atkvæðum, 5 sitja hjá. Þá það þriðji dagskrárliður fyrirgefið, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017-2020, seinni umræða. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun Akureyrarkaupstaðar 2017-2020 hér lögð fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Fjárhagsáætlun unnin samkvæmt fyrirmælum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 lögin kveða á að bæjarráð skuli leggja fram drög að fjárhagsáætlun fyrir bæjarstjórn sem skal fjalla áætlunina í 2 umræðum í bæjarstjórn og skal lokaafgreiðsla fjárhagsáætlunar liggja fyrir í síðasta lagi 15. desember. Fjárhagsáætlun var samþykkt í bæjarráði til fyrri umræðu í byrjun nóvember og tekið til umræðu hér í bæjarstjórn 8. nóvember og í kjölfarið vísað aftur til bæjarráðs til frekari umfjöllunar. Bæjarráð hefur á milli umræðna fengið til sín embættismenn og formenn nefnda þar sem farið hefur verið yfir áætlunina og öllum bæjarfulltrúum hefur verið boðið að taka þátt og hefur svo yfirferð leitt af sér að gerðar hafa verið nokkrar breytingar á fjárhagsáætlun sem ég mun fara yfir hér síðar í ræðu minni. Við gerð fjárhagsáætlunar stuðst við margvíslegar forsendur og ljóst að ekki þarf mikið út að bregða til að forsendur gangi ekki eftir. Mikilvægt þó að við vinnum við fjárhagsáætlunargerð að byggja á þeim staðreyndum sem fyrir liggja og þeim áherslum sem lagðar eru fram við gerð fjárhagsáætlunar. Við fjárhagsáætlun ársins 2017 beitt svipuðum vinnuaðferðum og á liðnum árum við forsendur tekna. Gert ráð fyrir áframhaldandi hagvexti í þjóðfélaginu og útsvarstekjur og þar með laun hækki á næsta ári 7% og auk þess sem gert ráð fyrir að íbúum fjölgi 150 á árinu. Reynsla liðin ára sýnir að tekjuáætlanir sveitarfélagsins hafa gengið nokkuð vel eftir í megindráttum og frekar hefur verið stuðst við varkárni í mati á þeim eins og fram hefur komið. Hins vegar það svo að mikla launahækkanir hafa einkennt rekstur sveitarfélaga á liðnum árum. Sem hefur haft mikil áhrif á reksturinn og þar að leiðandi áætlunargerð. Það mikla launahækkanir sem hafa verið gerðar og þá sérstaklega hækkanir sem rekja má til starfsmats sem oft á tíðum hefur náð 1 til 2 ára aftur í tíman og hækkunar lífeyrisskuldbindinga hafa leitt til þess að allnokkur munur hefur verið á fjárhagsáætlun í upphafi árs og í ársreikningum, endanlegum ársreikningi. Þannig voru til að mynda launatengd gjöld ríflega 1,3 milljarði hærri í ársreikningi 2015 samanborið við upphaflega fjárhagsáætlun. Við áætlun hefur til þessa verið stuðst við hækkanir sem legið hafa fyrir í gerðum kjarasamningum. Eins og menn vita þá voru kjarasamningar kennara samþykktir í gær og því spurning hvernig þetta hefur tiltekist hjá okkur. Það var nú þannig að við breyttum aðeins út það verklagin okkar við fjárhagsáætlunina á þessu sinni að við gerðum ráð fyrir í áætlunin og var tekið hér fyrir í fyrri umferð 250 milljónir króna til þess að mæta væntanlegum kjarasamningum. Við útreiningar starfsmanna þjónustudeildarinnar þá hefur komið í ljós að samningarnir sem að samþykktir voru í gær hjá kennurum kosta sveitarfélagið á árinu 2017 250 milljónir króna, þannig að það má segja að með þeirri framsýn okkar að setja 250 milljónir krónur í launapott þá séum við að mæta stærstum hluta af þessum samningi.
Hins vegar er það svo að það er ekki bara launahækkanir sem að snerta sveitarfélagið. Það liggur fyrir að við samningsgerðina að það eru ýmsar kvaðir settar á sveitarfélagið varðandi útfærslu og vinnu til að mæta álagi sem að er í skólakerfinu, og það kemur að sjálfsögðu til með að kosta einhverja peninga, en það hefur ekki verið tekið tillit til þess. En hins vegar það má segja að með þessari áætlun okkar að þá séum við, og ég vona það, að við séum þá mun nær því að vera með áætlun fyrir laun árinu 2017, hún verði mun nær þeirri rauntölu sem að kemur til með að birtast í ársreikningum fyrir árið 2017. Það er líka þannig að við höfum gert ráð fyrir 240 milljónir króna í áætlun til að mæta hækkun á iðgjöldum til lífeyrissjóða, og þar er í rauninni mikilvægt að Alþingi er að taka fyrir þessa dagana þessi mál til skoðunar, vegna þess að það var samkomulag sem gert var á milli opinberra starfsmanna og opinberra aðila það að jafna lífeyriskjör, og það virtist vera að koma í uppnám. Nú virðast menn ætla að einanda sér að reyna að ná þessu samkomulagi í gegnum þingið, og það hefur nokkur áhrif á okkar rekstur. Við erum að gera ráð fyrir í okkar rekstri 240 milljónir króna vegna hækkun á þessum iðgjöldum, og ef að þetta samkomulag næst þá má búast við því að þetta breytist eitthvað. Það liggur nú ekki alveg ljóst fyrir hverja töluna verða, en það er þó hins vegar ljóst að við munum sjá hugsanlega fram á einhverja lækkun á þessari tölu frá því sem komið er. En í launu, kannski aðeins að öðru, við gerð fjárhagsáætlunar 2016 í lok síðasta árs var ákveðið að skipa aðgerðahóp framtíðarrekstur bæjarins, þar sem allir oddvita framboða í bæjarstjórn tóku sæti, og var hópnum falið það hlutverk að leita leiða til hagræðingar í rekstri, bæði til skemmri og lengri tíma. Tillögur aðgerðahópsins, sem unnar voru í samvinnu við embættismenn og nefndir bæjarins, gerðu ráð fyrir hagræðingu samtals upp á 440 milljónir króna sem kæmi til framkvæmda á árunum 2016 og 2017, og er tekið tillit til þeirra hagræðinga í fjárhagsáætlun næsta árs. Þá er gert ráð fyrir í áætlun 1,5% hækkun á aðkeyptri þjónustu og vörum á sama tíma og gert er ráð fyrir 2,8% verðbólgu. Þetta þýðir að áfram verður að sýna aðhald í öllum rekstri sveitarfélagsins. Ef við skoðum aðeins hvernig þróun hefur verið á lykiltölum hjá okkur, þá hafa nokkrar sveiflur verið í lykiltölum síðustu ár, og þá sérstaklega þegar horft er á hlutfall launa og launatengdra gjalda. Hefur hlutfall þetta hækkað nokkuð hins síðari ár, og virðist sem hlutfallið sé að festast í kringum 58% af rekstrartekjum A- og B-hluta, sem er áhyggjuefni og of hátt hlutfall þegar til lengri tími litið. Þarna vega sjálfsögðu þungt miklar launahækkanir á liðnum árum sem og hækkun lífeyrisskuldbindinga. Litlar sveiflur hafa hins vegar verið á öðrum rekstrarkostnaði sem hlutfall af tekjum á liðnum árum, en nú er hins vegar gert ráð fyrir að hlutfall þetta verði nokkru lægra, sem rekja má til þessa aðhald sem er í rekstri sveitarfélagsins, auk þeirra aðgerða sem gripið hafi verið til í kjölfar vinnu aðgerðahóps framtíðarrekstur sem og annarra liða. Þannig að við erum að sjá þetta hlutfall lækka nokkuð. Við erum þannig að gera ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður hækki frá upphaflegri áætlun 2016 til að fjárhagsáætlun 2017 einungis ríflega 66 milljónir króna. Þarna spilar margt inn í, en við sjáum það að þetta er aðhald og það krefst útsýnarsemi, og mikilvægt að áfram verði stíft aðhald í rekstri. Það er alveg ljóst. Ég hef alltaf talað að veltufjár frá rekstri sé eina lykiltölum sveitarfélagsins og vísbendingum að hversu vel sveitarfélag stendur og er stækk búið til að standa við fjárfestingar og greiðslu skulda. Og það hefur við gjarnan talað að þetta hlutfall eigi að vera 7,5% af rekstrartekjum sem ásættanlegt hlutfall. Þegar við horfum á A- og B-hlutann á liðnum árum þá hefur það verið nokkuð viðunandi, en hins vegar þegar við horfum til A-hlutans þá er það þannig að það er eitthvað sem hefur ekki verið ásættanlegt. Við gerum ráð fyrir í þessari áætlun fyrir árið 2017 að þetta hlutfall verið 6,3%, en við vitum þó að þetta er í sögulegu lágmarki á árinu 2016 og þarna er verk fyrir okkur að vinna. Í ræðu minni hér við fyrri umræðu þá fór ég nokkuð ítarlega yfir reksturinn, og það er ekki ætlan mín að fara eins yfir það í dag, en mér mun þó fara yfir þá helstu tölur sem við erum að horfa á í ársreikningum okkar.
eða fjárhagsáætlun okkar fyrirgefið. Ef við horfum á heildarpakkan hjá A og B hluta, þá eru rekstrartekjur áætlaðar 22,9 milljarðar króna í A og B hluta. Við erum að tala að rekstrargjöld séu 21,2 milljarðar króna, ég sagði milljónir áðan, ég ætla að segja 22,9 milljarðar fyrirgefið, þetta er stóra tölur, og 21,2 milljarðar. Fjármagnsliðir eru 1219 milljónir og tekjuskattur er tæpa 90 milljónir, þannig að rekstrarniðurstaða ársins í áætlun er 394 milljónir króna. Efnahagsreikningarnir lítur þannig út að eignir samtals eru 44,3 milljarðar króna, eigið fé er 18,2 milljarðar og skuldir og skuldbindingar samtals eru 26,1 milljarður. Samtals er það eigið fé og skuldir samtals 44,3 milljarðar. Kannski eins gott að eignir og skuldir stemmi. Í sjóðstreymisyfirlitunum sjáum við að veltufé frá rekstri hjá A og B hluta er 2,4 milljarðir rúmir. Það er gert ráð fyrir 3,5 milljörðum í fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar eru 1,1 milljarður í plús, og það er gert ráð fyrir að tekið verði ný langtímalán upp á 2,1 milljarð árinu 2017 á sama tíma og borga eru niður það er bara 980 milljónir króna. Þegar öll er á botni hvort þá er handbært fé í árslok áætlað 2 milljarðar 160 milljónir króna tæpar. Ef við horfum til A-hlutans þá sjáum við að tekjur þar eru áætlaðar 17 milljarðar króna, gjöld eru áætlaðar 16,4 milljarðar, þannig að niðurstaða án fjármagnsliða er áætlaðar 598 milljónir króna, fjármagnspakkin er 709 milljónir, þannig að ekstra niðurstaða A-hluta er mínus upp á 111 milljónir króna. Og það er áhyggjuefni og við höfum svo rætt það hér. Það var eitt af lykilatriðum sem við lögðum upp með í vinnu aðgerðahópsins, það var það að fara í ná þessum halla niður. Það tekst ekki á einu ári en hins vegar erum við að sjá mikil batamerki frá fyrri áætlun fyrir árið 2016 og væntanlegri niðurstöðu ársins 2016. Þannig að ég held að við séum þarna að snúa við en við þurfum að vera vel á verði og halda áfram að vinna í því að bæta rekstur A-hluta. Það er alveg ljóst mál. Við erum að tala að eignir samtals hjá A-hluta séu 28 milljarðar í lok árs 2017 og ef við horfum á eigið fé þá er það áætlað 10,7 milljarðar og skuldir og skuldbindingar samtals 17,3 milljarðar tæpir. Veltufé á rekstri hjá A-hluta er rétt 1072 milljónir króna og fjárfestingar hjá A-hluta eru áætlaðar 1237 milljónir króna. Við gerum ráð fyrir því að tekið verði ný langtímalán hjá A-hluta upp á 630 milljónir króna og afborganir langtímalána verða á sama tíma 809 milljónir króna. Og gert er ráð fyrir að handbært fé í árslok verði 1166 milljónir króna. Ef við horfum aðeins á lykiltölur A-hlutans sem hefur nú löngu verið mér hugleikið, að þá sjáum við þarna, og það er kannski eitt sem að því ég var að tala hér áðan, að lykiltölur og launatölur gjöld hjá samstæðinu sé að festast í einhverju 58%, þá sjáum við þarna að laun og launatölur gjöld eru áætluð í þessar áætlun 62,3%, voru 58,3% hjá samstæðunni. Annar rekstrarkostnaður hjá A-hluta er rétt 29,3%. Þannig að þetta eru svona þessar stærstu tölur í þessu. Við erum að sjá líka þarna að skatttekjur á hvern íbúa eru 734.000 krónur og við erum líka að horfa fram á það að heildareignir á íbúa eru 1507.000 krónur en skuldir eru þarna einhverstaðar 845.000 og skuldbindingar 84.000 krónur per íbúa. Ég ætla nú kannski ekki að fara mikið í frekar í þessar skal ég segja ykkur tölur. Hins vegar ætla ég aðeins að fara yfir þær breytingar sem hafa verið gerðar á milli umræðna, því eins og ég segi þá fór ég nokkuð yfir hvern málaflokk og þær breytingar sem hafa verið þá á milli umræðna eru að samtals hefur breytingi verið 190 milljónir króna.
Það kom fram í fyrri umræðunni að áætlun jöfnunarsjóðs lá þá ekki fyrir og það mátti búast við að breytingar væru gerðar á tekjur jöfnunarsjóðs og við erum að gera ráð fyrir hærri tekjum upp á 64 milljónir króna frá fyrri umræðu. Við erum líka að gera breytingar vegna sérstaks húsnæðisstuðnings, það að segja við vorum í rauninni með inni í fjárhagsáætlun fyrir velferðar, þá vorum við með óbreytta tölu frá fyrra ári vegna húsnæðisbóta og almennar húsnæðisbóta og sérstaka húsnæðisbóta. Þetta færist nú yfir til ríkisins, þar að segja greiðsla almennar húsnæðisbóta en sérstakur húsnæðisstuðning verður hjá okkur og eftir að hafa svona áætlað það hvað við reiknum með að borga í sérstakan húsnæðisstuðning hér hjá okkur á þessu ári þá verður þarna lækkun upp á 42 milljónir króna. Það samt erum við að gera ráð fyrir því að sértækur húsnæðisstuðningur sé að aukast til einstaklega hér á svæðinu, þannig að við erum svona að sjá samtíma fram á þrátt fyrir þetta aukningu. Við erum að gera ráð fyrir þarna 4 milljónum vegna húsnæðisstuðnings við flóttamenn. Þarna erum við líka að gera ráð fyrir því að rekstrarframlag til öldrunarheimilina lækki 35 milljónir króna, þar sem við gerum hagræðingarkröfu á öldrunarheimilin. Það verið að vinna þar að ákveðnum skipulagsbreytingum og við reiknum með því að 35 milljónir króna hagræðing náist á þessu ári og hefum gert kröfu það. Það voru gerðar nokkra breytingar á rekstri hjá velferðarráði. Ég ætla kannski ekki að tíunda það, bæði að hafa séð þetta, en við gerðum líka ráð fyrir að það lækkur launa þarna á viðlundum 10 milljónir. Þannig að samtals, síðan erum við að bæta þarna inn í 10 milljónir vegna bættra nýtinga á leikskólarýmum. Við gerum ráð fyrir því að, eins og kannski menn muna, það hafa verið svolítið umræður nýtingu á rýmum í leikskólum og með því að þarna gefst okkur tækifæri til að taka aðeins yngri börn inn á árinu 2017, en þetta mun kosta þá okkur 10 milljónir í það heila eða nettó. Við erum síðan að gera smá lagfæringar bara sem að snúa að menningarmálum sem ekkit stórvægilegar. Við erum síðan þannig það svona eitthvað sem við erum líka að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun núna og það svona ýmislegt innan íþróttamálana sem við erum að breyta, eða ekki ýmislegt, það eru 2-3 línir, en við erum þó að gera ráð fyrir því þarna að bæta inn framlagi vegna stefnumótunar íþróttaráðs og íþróttabandalagsins, eins og ég kom fram í máli mínu hér áðan, og síðan erum við þá að taka inn svona nokkuð og við erum þá að gera ráð fyrir og bættum inn á milli umræðina frumkvöðlasetti, að kostnað við frumkvöðlasetti sem við hyggjumst setja á laggirnar á árinu 2017, þar liggja 15 milljónir og síðan erum við að gera ráð fyrir kostnað vegna íbúðakort sem hefur verið hér í umræðunni og meira svo rétt áðan. Það ætlum við að setja svolítið kraft í og reyna að klára það og gerum ráð fyrir því að það fjármunum til þeirra vinnu. Þannig að við erum síðan að fara í úttekt bæði á eins og ég kom fram í máli mínu hér í fyrri umræðu, þá ætlum við að fara bæði í úttekt á málefnum fatlaðra. Við viljum láta skoða það í samstarfi við búsetudeild og síðan ætlum við líka að halda áfram að vinna að hagræðingu með öldrunarheimilunum og þarna erum við að bæta inn í einhverjum 8,5 milljónum til að mæta þessum kostnaði. Þannig að svona heilt yfir þá erum við að gera ýmsar lagfæringar. Við erum líka að bæta inn 2,5 milljónum sem við vegna kostnaði við svo kallaði við köllum það Kópavogsmódel. Það er að segja við erum í rauninni ætlum að fara í þá vinnu að gera upplýsingarnar okkar aðgengilegar bæjarbúum með betri hætti. Þannig við erum svona að leggja í af staðu þá vinnu og gerum ráð fyrir því áætluninni. En þegar öllu er botni hvolft þá er þetta einhverja 119 milljónir sem að fjárhagsáætlunina breytast á milli umræðina. Ef við höldum aðeins áfram, þá er það þannig að ef við horfum bara til einstakra fjárfestingar sem hafa verið árinu 2017, sem við áætlum árinu 2017, þá eru helstu fjárfestingar aðhluta vegna æskulis- og íþróttamála 282 milljónir króna og þar erum við að gera ráð fyrir 200 milljónir vegna framkvæmda í Sundlaug en gert er ráð fyrir að ný rennibraut verði vígð á árinu 2017. Það er mikil spenningu meðal bæjarbúa og margir hafa komið að máli hvenær þessi ágæta rennibraut verði nákvæmlega vígð
en ég nú ekki alveg með dagsetningu á því á hreinu, en þetta verður gott að klára þetta mál. Þetta búið að velkjast mjög lengi hjá okkur og mikilvægt að við sjáum fyrir endan á þessu. Í menningarmálum gert ráð fyrir 212 milljónir króna árinu 2017 í framkvæmdum og það stærsta 200, það í rauninni tvær framkvæmdir en aðalframkvæmdin 200 milljónir króna framkvæmd vegna endurbyggingar á listasafni. Við að gera ráð fyrir 400 milljónum árinu 2017 og 2018 í þessa endurbyggingar. Þetta metnaðarfullt markmið og við vonum að þetta gangi eftir. Það er löngu komið tími, eins og fram hefur komið hér í máli okkar margoft í bæjarstjórn, það er löngu komið tími á að gera þetta hús okkar upp, það að segja listasafnið, það er barsi tíma og það þarf að fá yfirhalningu. Það er náttúrulega við erum með þó að ganga ennþá lengra, við ætlum að tengja listasafnið og Ketilhúsið saman með tengibyggingu og afskaplega metnaðarfullar hugmyndir í þeim efnum og við vonum það að þetta eftir að verða okkur til mikið sóma og skapa tekjur og jafnvel draga á rekstrarkostnaði listasafnsins þegar til lengri tími lit, það er að segja þessa kostnaði fyrir utan þá ágætu húsalegu sem við stundum ræðum hér í bæjarstjórn. Í fræðslu og uppeldismálum gert ráð fyrir 126 milljónir króna til framkvæmda og þar meðal annars gert ráð fyrir því að ljúka þessum ágætu framkvæmdu við Naustaskóla, það er að segja lóð Naustaskóla og það er mikið ánægjuefni. Við erum síðan að gera ráð fyrir því að fjárfesta í eignarsjóði Gatna fyrir 482 milljónir króna sem dreifist nokkuð jafnt á milli ýmissa framkvæmda og enduruppbyggingar. Þannig gert ráð fyrir 1237 milljónir króna í framkvæmdu á alhluta árinu 2017. Það eru mikla framkvæmdir í áætlar í árinu 2017 hjá B-hlutafyrirtækjum og ég fór svo sem yfir það í síðustu umræðu en það er sjálfsagt að tíunda aðeins aftur að Norðurorka áætlar að fjárfesta fyrir 865 milljónir króna og þar eru stærstu framkvæmdina við Glerárvirkjun upp á 550 milljónir króna og heithafarskerfi upp á 443 milljónir króna og svo frávituna fyrir tæpa 400 milljónir króna. Hjá Hafnarsamlaginu liggur stærstu framkvæmdin í Hafnsögubát. Það gert ráð fyrir að heildarkostnaður verði 422 milljónir króna og 260 milljónir króna framlag komið frá ríkinu. Því miður virðist það nú vera í umræðunni síðustu daga að samgönguáætlun sem menn glöddust mjög yfir hér fyrir kosningar, hún virðist með engan hátt verið fjármögnuð, þannig að ýmislegt af því sem var lofa á þeim tíma, það er að segja, ef við horfum til þess sem snertir okkur hvað mest, það er að segja Hafnsögubátsins, Dettifossvegar og flughlaðsins, það virðist ekki vera fjármögnun í þessu og ég ætla bara að nota tækifæri hér í bæjarstjórn til að skora á alla þingmenn, ekki bara þingmanninn okkar sem situr hér í salnum, heldur alla þingmenn til þess að snúa bökur saman í og tryggja fjármagn til þessara framkvæmda. Ég held að þetta sé og þetta orðið bara mikið áhyggjuefni varðandi Hafnsögubátinn að við erum að fá hér stór og mikið skemmtiferðaskip og þetta er eitthvað sem við verðum að fara að sjá lausn á. En í fyrri umræðu þá kom tillaga frá sjálfstæðismönnum framkvæmdir, þeir lögðu fram breytingatillögur og við ræddum það í bæjarráði og höfum aðeins gert breytingar á framkvæmdum hjá okkur, það er ekki stórvegalar en þó gert einhverjar. Við ákváðum, eða leggjum og kemum fram hér í fjárhagsáætluninni og í framkvæmdaáætlun að þá skiptum við framkvæmdu Nökkva niður á 2 ár, það er að segja haustið 2017 og vorið 2018. Þetta var áður allt saman árinu 2017 og til að sjálfstæðismanna gera ráð fyrir að skipta þessu niður á 2 árun og þegar við skoðum það þá held ég bara svo til að hafa verið skynsum og við leggjum og það kemur fram og við erum þá búin að breyta því í þessari fjárhagsáætlun. Við erum líka að bæta við, ef við bættum við sem var náttúrulega ekki tillögur þeirra, en við bætum við þar sem breytingar sem eru aðra hafi gerðar að við bætum við stofnframlagi vegna félagslega íbúða upp á 15 milljónir og við lækkum líka kostnað vegna ráðhús og fleira 15 milljónir króna. Þá eyrnamerktum við ýmsa framkvæmdir vegna félagslega þjónustu á árinu 2020 öldrunarheimilum þannig og vonumst þá til að við séum farin að sjá til lands í þeirri umræðu sem alltaf að eiga sér stað þessi ágætu öldrunarheimil okkar. Þannig en við leggjum til að það séu þá 200 milljónir sem eyrnamerktar eru þeim málaflokki árinu 2020. Aðeins sagði ég hér í fyrri umræðu og það er nú sannlega bara kóperað og gömlum ræðum að ég myndi fara ítarlega í 3 ára áætlun hér í umræðum í seinni umræðu.
Ég ætla kannski ekki eyða miklu tíma í það, en ef við horfum bara á rekstrar niðurstöðuna, þá gerum við ráð fyrir að rekstrar niðurstöða á B-hluta sé 394 milljónir króna á árinu 2017. Þetta smátt og smátt hækkar smá hækkar, þetta bara allt tölurnar eftir það, þar að segja 3 áratun á föstu verðlagi, þannig að við sjáum það að þetta svona bara svipaða tölur fyrir aðeins hækkandi. Ef við horfum á A-hlutan, þá sjáum við hins vegar að gert er ráð fyrir áætlun 2018 að tapið verði aðeins meira. Það nú bara bitamunur, það gert ráð fyrir að tap á árinu 2018 verði 113 milljónir í staðinn 111 milljónir, en síðan verði hagnaður árinu 2019 og 2020. En þá mun ég kannski aðeins koma inn á þá umræðu og til þess að bara kannski að byrja á umræðinu, þess að ég veit að menn muni kannski ræða það hér á eftir, að það er mjög mikilvægt í rauninni að við séum núna með þá vinnu sem við erum búin að leggja í. Við erum búin að gera ýmsa breytingar, við erum búin að leggja hér fram starfsáætlanir, við erum að leggja hér fram greinargerð með fjárhagsáætlun, þar sem að starfsáætlunar greinargerðir koma frá embættismönnum, þar sem er svona kannski úrdráttur úr starfsáætlunum. Þannig að við erum komið með svona mun betra plagg til þess að vinna betur áfram með fjárhagsáætlun næstu ára, og það er eitt af því sem við þurfum þá kannski að skoða hvernig við viljum sjá vinnu við 3 ára áætlun. Hún hefur bara svona svolítið, við þurfum að velta fyrir okkur hvort við viljum breyta eitthvað verklagi þar en það er svona skiptaskoðanir það. En ég held aftur á móti að við séum að komast í rétt átt með það. Við erum líka að sjá það að ef við horfum bara á framkvæmdir næstu ára, þá erum við líka að gera ráð fyrir því að það séu mikla framkvæmdir árinu 2018, en farið síðan lækkandi árinu 2019 og 2020. Við erum að sjá kannski meiri lækkun á framkvæmdum mestar lækkunar eru í aðalsjóði og líka þó í A-hlutanum sjálfum, en mestu lækkunar eru í aðalsjóði. Við erum að gera ráð fyrir því í eignasjóðu gatna, þá ætlum við að fara svolítið þá erum við að gera ráð fyrir einhverjum 1 milljarði í miðbæ uppbyggingar, og það er kannski snýst allt eða kemur náttúrulega í ljós. Við erum að fara að gera athugun á því hvernig þrenging miðbæris, þrenging Glerárgötunnar kemur út í umferðarkönnun sem við ætlum að gera, eða tilraun sem við ætlum að gera á þeim efnum á næsta ári. Þannig að þetta svona kannski svona spilast dálítið mikið út hvernig það allt saman kemur út. En ég hef aðeins kannski bara vilja hér í umræðunni í lokin þá aðeins að ræða það hvaða skref við höfum tekið í þeirri vinnu sem við erum nú að ljúka, ég þarf að segja þessari fjárhagsáætlun. Það er nú eins og svo að ég hef og við höfum talað fyrir því á undanförnum árum að bæta vinnubrögðin, og við höfum viljað sem bara var við gerð fjárhagsáætlunar, og ég held að við höfum bara verið réttilega gagnrýnd í meirihlutanum fyrir að það hægt hafi þokast. Ég bara vil þó leyfa mér að vera nokkuð sperrtur í dag. Ég tel að við séum komin vel á veg með að gera hlutina betur heldur við verið að gera, og við séum að ná því markmiði sem við töluðum í upphafi, þar að segja að skila á okkur hér í lok kjörtímabils uppskrift af því hvernig best sé staðið af fjárhagsáætlun og eftirfylgni með henni. Það verk er ekki bara okkar meirihlutans heldur bæjarstjórnar allrar sem lagt hefur í púkið í málefnalega umræðu marga hluti sem við tekið hér og sem við höfum tekið tillit til og höfum átt hér mjög málefnalega umræður þessi mál. Og ég held að það sé kannski það lykillinn að því hversu vel okkur gengur að koma hlutunum áfram. Þó að hægt hafi farið, þá held ég að við höfum stigið mörg skref á þessu ári varðandi gerð fjárhagsáætlunar. Það er þá fyrst að við ákváðum í aðgerðahópnum að skipa hóp, þar að segja ekki hóp, ég og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason fórum aðeins yfir það hvernig við sæjum fyrir okkur fjárhagsáætlunargerð, og fyrsta sem við lögðum áherslu á var að menn legðu fram starfsáætlanir sem að nú liggja fyrir og bæjarfulltrúar hafa fengið í hendur. Það er mjög gott gagn og mikilvægt að koma inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Það gefur okkur miklu betri yfirsýn á hvernig reksturinn er og hvernig við getum nálgast hlutina. Þannig að ég er mjög bjartsýnn á það að þessi vinna sem að nú er búið að vinna, hún er eftir að skila okkur mun betri vinnu á næsta ári, og eins og ég sagði að þá verðum við komin hérna með í lok árs 2017 handrit að því hvernig við viljum sjá þessa hluti þróast. En svona í lokin þá vil ég segja, góði bæjarfulltrúar, að samkvæmt
63. grein sveitarstjórnarlaga er fjárhagsáætlun næstkomandi árs bindandi regla allar fjárhagslegar ráðstafanir og óheimilt að víkja frá fjárhagsáætlun nema bæjarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við áætlunina. Á þetta við allar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafi í för með sér breytingar á tekjum, útgjöldum og tilfærslu milli liða. Þetta er bara beint tekið upp úr sveitarstjórnarlögum og þetta bara minnir okkur á það hversu mikilvægt er að við komum því áfram til okkar embættismanna, til starfsmanna að við erum að leggja hér fram fjárhagsáætlun sem við viljum fylgja eftir. Og það er mjög mikilvægt og við höfum rætt það að leggja áherslu á það að fylgjast mjög vel með þessum hlutum. Það hefur verið gert en núna erum við líka aðeins að bæta í varðandi þá að ef að menn þurfa að bæta í eða þarf að gera breytingar á fjárhagsáætlun þá þurfum við að leggja fram viðauka áður en að kemur til útgjalda aukningar. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað þetta sem við munum leggja mikla áherslu núna á komandi ári. Og við munum strax í upphafi árs skerpa á allri vinnu við viðauka með embættismönnum og formönnum nefnda. Þannig að mönnum sé öllum ljóst hvert við ætlum að stefna. Og ég er með þá tillögu líka að þegar við tökum fyrir viðauka að þá verði hugmyndir kynjaðra fjárhagsáætlunar hafa það að leiðarljósi. Það er að segja að hver einasti viðauki sem er kominga til okkar sé þá búið að fara í gegn með þeirri og áhrifin metin út frá kynjaðri fjárhagsáætlunum eða kynjaðar sjónarmiðum. Þannig ég held að við séum að horfa til þess að við bætum þessi vinnubrögð líka, ekki bara það við ætlum að fá viðaukana, heldur þá bætum inn í því sem við höfum gjarnan verið að tala. Við höfum talað þetta að við viljum koma á kynjaðri fjárhagsáætlunargerð og ég held að þetta sé til að mynda tækifæri fyrir okkur til að stíga skrefi í rétt átt. Ég held ég sé nú ekki að segja mikið meira, ég held ég sé búin að fara yfir þetta mestu og hlakka bara til að taka þátt í umræðunum og legg svo að lokum til að fjárhagsáætlun ársins 2017 til 2020 verði samþykkt hér í bæjarstjórn. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér er komið víða við í umræðum fjárhagsáætlun. Ég ætla nú að byrja á því jákvæða. Ég tekið undir þau orð bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að það er mjög jákvætt að það skuli vera komnar fram hérna starfsáætlanir sem eru nokkuð lýsandi fyrir þá starfsemi sem á sér stað í hverri deild. Þar eru líka komnar fram ákveðnar svona grunnupplýsingar þjónustu og stöðugildi, þróun þeirra og þar fram undir götum. Þetta er allt saman mjög jákvætt og það er líka jákvætt að fá þessa greinargerð, heildstæða greinargerð með fjárhagsáætluninni sem ég get algjörlega tekið undir með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að eykur allar líkur á því að hér eigi sér stað málefnalegri umræða fjárhagsáætlun heldur en oft hefur verið. Og ég fagna því líka að við erum farin að tengja saman í meira mæli það sem er verið að gera út í bæ við fjármuni. Við höfum allt og oft verið að ræða fyrst og fremst fjármuni til ákveðinna þátta án þess endilega að tengja það við starfsemina sem á að verða afrakstur af þessum fjármunum. Það er alveg rétt að það er búið að vera mjög erfitt vik í rekstri bæjarins á margan hátt og aðalsjóður kannski stóra málið þar og hefur mest áhrif á stöðu A-hlutans. Það er að segja að við erum ekki að afla þeirra tekna sem við þyrftum til að halda úti þeirri þjónustu sem við erum að veita. Og vissulega hafa launahækkanir, starfsmat til launa haft þar áhrif á og kannski sérstaklega á þessu ári og það er náttúrulega bara áskorun og verkefni að takast á við þetta og leysa þetta. Það er ekki vandamál í mínum huga, það er bara verkefni.
og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga, en við þurfum líka nefnilega að hafa í huga þegar við horfum til þróunar síðustu ára að við höfum greinilega verið að auka þjónustu mjög mikið og það kemur fram í stöðugilda aukningun á síðustu árum og við tókum nú heilmikla umræðu það síðast þegar við fjalluðum hérna fjárhagsáætlun 2017 í fyrri umræðu. Og það er bara eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og með þessu nýju vinnubrögðum sem við erum þó að taka upp, þá getum við þó verið að tala staðreyndir en ekki hugsanlegar tölur. Og það er bara gríðarlega jákvætt líka. Þannig að þetta horfir allt til miklu betri vegar og er bara í samræmi við það sem setti fram í bæklingi sem var kynntur á fjármálaráðstefnu fyrir 1,5 ári síðan ef ég man rétt sem heitir Best Practice á slæmri íslensku. Þar sem er talað nauðsyn þess að menn setji sér mælanleg eða metaleg markmið sem tengist skipulagi starfsemi sveitarfélagsins, markmið sem tengist ákveðnum aðgerðum sveitarfélagsins og mælikvarðast þá settir varðandi ánægju þjónustuþega og markmið sem tengjast framkvæmd almennra þjónustu. Og eitt af því sem skiptir öllu máli í fjárhagsáætlunargerðinni er skýr verkaskipting og skýr stjórnun og það sé alveg á hreinu hver leiðir vinnuna. Það er kannski það sem hefur verið að valda okkur ákveðnum vandkvæðum, allavega á þessu ári, og það komið kannski mest fram á þessu ári, þannig að ég ætla að fara nánar út í það, að við höfum kannski ekki verið að fá gögn í hendurnar með nægilega fljótt til þess að geta unnið eitthvað almennilega með þetta. En þetta er allt í rétt átt og við skulum bara hafa það þá í huga. En þarna má bæta verklag og ég bara tek undir það með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og veit hvað hann meinar það, hann mun ætla sér að gera það. Ég ætla aðeins að orða hérna það sem hann nefndi í sínu máli og varðar aðgerðahópinn sem starfaði á þessu ári. Þegar tillögurnar komu hér inn, þá benti ég á það og hafði mína kannski grunnsendur það að þetta yrði nú ekki alveg einfalt og ekki eins einfalt og að leita út á blaðinu. Þarna voru aðgerðir upp á ríflega 400 milljónir króna í hagræðingu eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á. Og það er búið að taka tillit til þeirra inn í þeirra ramma og inn í þeirri fjárhagsáætlun sem nú liggur fyrir. Við hefum hins vegar okkur tjáð það og verðum þá að treysta því að svo sé, en það hefur ekki komið fram með hvað hætti það hefur beint verið gert. Það er hins vegar komið fram í máli margra framkvæmdastjóra og formanna nefnda þegar var verið að spyrja þá út í það hvort það væri búið að ná þessum hagræðingum og þessari hagræðingakröfu sem var sett fram á árinu 2016 að svo var ekki nema í litlu mæli. Þannig að ef að þetta er komið inn í áætlunina fyrir árið 2017 þá er verk að vinna. Og það er eitthvað sem að þarf þá bara að hafa í huga þegar maður farin í þetta verkefni að það er verk að vinna. Það er eitt sem að mig langar aðeins til að nefna hérna og ég var náttúrulega hálf hissa að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kæmi ekki inn á. Já, ég held að það var gleymt einhverju. Það var hérna þessi staða gagnvart ríki og þeim útgjöldum sem við berum sem ríkið ætti í raun að standa undir. Miðað við það sem að við höfum verið að spá og spekulera, þá erum við að greiða með rekstri öldrunarheimilina ákveðnar upphæðir. Það er talað og í fjárhagsáætluninni þá er þetta 300.977.000 krónur sem að við erum að bera þarna og greiðum með. En það má kannski segja að 140 milljónir af því sé bundið í húsnæðiskostnaði í Hlíð sem að ég held að sé alveg á ekki vona að við náum nokkuð tíman samþykki fyrir að ríki greiði, þannig að við erum þá þarna með einhverja 160 milljónir í dag
sem við erum að greiða með eftir að búið er að undirrita og staðfesta nýjan samning og hækkun dvalargjalda. Þetta er veruleg upphæð. Og svo er annað sem að hefur komið fram og er mat sviðsstjóra búsetudeildar og sviðs. Það er að bærinn sé eins og staðan er í dag og eins og þetta lítur út í núverandi fjárhagsáætlun, þá sé bærinn að bera það bil tæpar 260 milljónir að kostnaðinu við málaflokk fatlaðra, sem ég held að hafi nú ekki verið ætlunin upphaflega. Hins vegar hefur heyrst að framlögin verði hugsanlega hækkuð á næsta ári, hugsanlega einhverjar 100 milljónir, þá er þetta eftir einhverjar 150 milljónir. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að vinna í að breyta. Og það er náttúrulega alveg staðreynd að ef að tekst að vinna sér niður úr þessum hala, þá náttúrulega erum við komið að hlutan í plús, eða hvað. Það ætti allavega að vera. Og þetta er náttúrulega verkefni sem við þurfum þá að leggjast yfir. Við höfum líka bent á það eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að þá höfum lagt til að það yrðu skoðaðar aðra leiðir og farið unnin önnur forgangsröðun varðandi framkvæmdir. Og það er alveg ljóst að við höfum ekki verið hlynnt í að fara í þær framkvæmdir sem er áætlun að fara í á listasafninu, allavega ekki að sinni, og þyrfti að skoða það miklu nánar. Og ég held að liggi nú bara fyrir nú þegar að við erum að tala mun hærri upphæðir heldur en 200 milljónir sikkvort árið, því nú þegar er búið að leggja ákveðna upphæð inn í þetta og það liggur fyrir að þá eftir að leggja meir inn. Þannig að ég hef nú grunum að þetta verði mun dýrara heldur en við höfum hingað til gert ráð fyrir og við höfum svo sem lagt til líka að framkvæmdin við fyrirhuga samgöngumiðstöð þar sem henni er ætlað að vera hér á þessu svæði sem ráðhús er, henni verið bara frestað og henni fundið nýr staður. Við höfum lagst gegn því að færa Glerárgötuna því að bæjarfulltrúi Guðmundur minntist á hana áðan og kostnaði við það. Það er algjör fásinna að gera það að mínu mati og ég held við ættum að fara að ræða það miklu frekar að fara að breyta miðbæjarskipulaginu þannig að við séum að vinna þetta einhverju viti og gera það fyrr en seinna, þannig að það sé hægt að fara þá að byggja upp á svæðinu. Nú, við hefum líka lagt til og lögðum það til að það er farið í framkvæmdir í staðinn fyrir listasafn og eitthvað annað, þá á öldrunarheimilunum þar liggur fyrir að það er að fara í viðamikið viðhald og breytingar. Það var reyndar samþykkt að setja þar einu upphæð árið 2020, það er alveg seint, við hefum viljað sjá þetta á árinu 2018. Þannig geti tínt til eitt og annað. Svo er það heitt að við höfum að mörguleyti ágætt í samstarf marga þætti í áætlanagerðinni, en það sem að við tölum samstarf er ég ekki alltaf vissum að við séum með sama skilningin á. Vegna þess að ef við ætlum til dæmis að vinna þannig og það væri markmið í sjálfu sér að ná samstöðu áætlun eins og þessa, þannig að við værum öll með eins og gerðist til dæmis í Kópavogi, þá þurfum við að breyta eins vinnubrögðunum við það hvernig við vinnum þessu áætlun. Vegna þess að meirihlutin er gjarnan búinn að fjalla eitt og annað málið og ákveða það hvernig þau vilja leggja málin fram og koma fram með. Og þá er búin að eiga sér stað heilmikil umræða það og gott og vel, það kemur þá bara fram. En þeim ákvörðunum er jafnvel svo ekki tækt að breyta, þó að við möldum aðeins í móin. Þannig að ég legg nú til, ef menn hafa áhuga á þessu, að breyta þessu vinnubröðum, þá ætti menn að vinna þetta á þann hátt að við komum bara öll að borðinu á sama tíma til að ræða mál. Það er bara mín tillaga og okkar sjálfstæðismenn. En eins og ég hef komið inn á þá er margt jákvætt að gerast, en það er líka eitt og annað sem þarf að gera betur og það er á vissulega áætlun. En þetta með hagræðingarhópinn er alveg morgunljóst að myndi ekki nást fram nema litlu leyti og ég ætla að sjá það gerast að þessar hagræðingar verði til
Ég er ekki viss að verði til eins og menn ætluðu sér í upphafi, það getur vel verið með breytið einhverju öðru, en það þarf þá að koma fram og ég hef kallað eftir því og við höfum gert það held ég hérna öll í minnihlutanum að við fáum svona allavega að fylgjast með því hvernig þessar tillögur fara þá inn og hvernig þær verða framkvæmdar. Því að margar þeirra eru að hafa áhrif, verulega áhrif á þjónustu. En að þessu slepptu þá munum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki samþykkja fyrirliggjandi tillögu fjárhagsáætlun fyrir bæjarsvæði Akureyrar árin 2017-2020. Og það, ég er nú búin að nefna flesta því, en við erum hérna með bókun sem ég ætla að lesa. Í áætlunni er gert ráð fyrir því að hluti bæjarsjóðs verði rekið með hallað upphæðkrónur 111.095.000 árið 2017. Það er raun óásættanleg niðurstaða hefði mátt leggja meiri vinnu í að ná hallalausum rekstri í A-hlutanum. Þá er í framkvæmdaáætlun ársins og næstu 3 ára forgangsröðun verkefna sem við getum ekki fallist á. Þar má nefna framkvæmdir við listasafni sem við teljum vera úr takti við núverandi stöðu bæjarsjóðs, samgöngumiðstöð sem staðsetja á við Ráðhúsið og þá er gert ráð fyrir þátttöku Akureyrarbæjar í göngu- og hjólastíga Hrafnagili upphæð krónu 40 milljónir þegar ólokið er ýmsum mikilvægum framkvæmdum í bænum, auk þess sem ekkert liggur fyrir fast í hendi með kostnaði þátttöku vegagerðarinnar í slíkum stíg. Við höfum lagt áherslu á að dreifa framkvæmdum aðeins meiri í takt við líklegan framkvæmdatíma svo sem aðstöðu fyrir Nökkva sem tekið hefur verið tillit til. Þá höfum við lagt áherslu á að gert er ráð fyrir meira átt að viðhaldi og breytingum á öldrunarheimilinu Hlíð sem komið er inn í áætlun árið 2020 en við hefðum viljað fara í 2018. Þá ber að fagna því að lokið verði við framkvæmdir á lóð Naustaskóla en við höfum áhyggjur af því að 60 milljón krónur sem er áætlað til framkvæmdana dugi ekki til. Töluvert hefur rætt samstarf flokka í bæjarstjórn og vill meirihlutinn halda því fram að samstarf allra flokka sé gott. Það má rétt vera ýmsa þætti en samstarfin gerð fjárhagsáætlana þarf að vera mun meira ef þá að nást samstaða hana. Þá þarf samstarfið að byggjast á því að allir komi að sama borði áður en ákvarðanir eru teknar. Svo var ekki í vinnu við gerð fjárhagsáætlana nú. Það verður þó að taka það fram að samstarfið hefur þó verið meira og betra sumu leyti nú en áður en betur má duga skal. Fjárhagsáætlunarferlið hefur ekki verið nógu gott, óskýr ábyrgðarsvið, gögn verið að skila sér seint og illa og tvisvar þurft að fresta umræðu vegna þessa. Þetta þarf að lagfæra og skerpa á ábyrgð í ferlinu sjálfu. Þá er rétt að benda á það sem betur hefur verið gert nú en áður. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum undanfarnum árum kallað eftir betri upplýsingum og greiningu við þessa vinnu sem byggja megi ákvarðanir á gögnum. Nú er í fyrsta skipti í mörg ár lagðar fram starfsáætlanir nefnda og deilda þar sem koma fram markmið, magntölur og upplýsingar um þjónustu. Þá er lögð fram heildstæð greinargerð með áætlunin sem gerir alla umræðum áætlunina markvissar og málefnalegri. Þessu ber að fagna og skapast nú gott tækifæri til að þróa þessi gögn og tæki áfram. Við lýsum fullum vilja okkar til að koma þeirri vinnu nú sem fyrr. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég getum tekið undir margt af því sem komið hefur fram hérna hjá bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni og Sjálfstæðisflokknum. Þau séum ekki sammála ekki einu og öllu, en það var hellingur þar sem hægt er að taka undir. Ég satt nú að hluta til í þessum hagræðingahópi og mörgu leyti áhugaverð og fræðandi vinna og ég var sáttur við niðurstöðunum þar. Hún ógnaði ekki kannski neinum sérstökum
í samfélaginu eða það var ekkert í henni sem sem krafðist ykkur sérstaklega mikils af samfélaginu þannig lagað. Þetta voru svona almenna tiltektir. Svo eftir ég að skoða hérna niðurstöðuna og annað, og ég get alveg sagt það líka, ég hefði viljað ganga lengra í þessum hagræðingahóp, en maður fær ekki allt sem maður vill, og get tekið undir á sín tíma sem komið fram líka á þann tíma á málefni hjá bæjarfulltrúa og Sóleyjar Björk hjá Vinstri grænum að sakna þess að við færum meira í þjónustuna sjálfa, hvað við þyrftum að þjónusta og hvað við ætlum ekki að þjónusta, og ég er bara sammála því, við hefðum kannski betur farið þá leið líka. En mér finnst alveg ótækt að skila bænum með A-hlutan í mínus. Ekki núna, líka næsta ári, og líka þar næsta ári. Og það er ekkert útlit fyrir það að menn skili A-hlutanum á réttum stað við núllið fyrir á næsta kjörtímabili. Það er næsta bæjarstjórn sem ætla að laga það. Samkvæmt þessu. Sem betur verið þá B-hlutinn, hann heldur okkur uppi, en okkar vinna náttúrulega einna mest núna í dag að koma A-hlutur réttu stað. Og við getum ekki lengra, við eigum að ganga lengra. Það kom inn á, og á rétt hjá í ræðu bæjarfulltrúa Guðmundar að launahækkanir hafa verið töluvert miklar. Og þegar við lendum í því og þróunin verður svo að það kemur launaskrið, þá þurfa menn að bregðast við. Man bregðast við með því að skerða ykkur þjónustu eða menn taka til eða hvort menn geta gert betur en það. Við getum ekki alltaf bætt bara ofan á. Það er almennt sem við gerum í rekstri. Og þá þarf maður að fara í gegnum það og spyrja hvað þurfi nauðsynlega að þjónusta og hvað getum við hvílt í billi allavega. Ég saknaði þeirra vinnu. Við í Bjartri framtíð höfum verið hliðhollir uppbyggingu í Listagilinu. Við höfum sannarlega talað fyrir breytingum á listasafninu og þessu tengibyggingu þar á milli. Við höfum líka talað fyrir því að verði gerð svona áætlun eða framtíðarsýn hvernig mann að sjá fyrir sér nýtingu á þeim breytingum sem eiga að taka gildi. Hvernig menn skapa sér tekjur, hvernig menn láta þessa miklu framkvæmd í gilinu blómstra og jafnvel skila inn tekjum til bæjarfélagsins. Það er ekki alltaf þannig að þegar maður setur upp svona starfsemi að sé ykkur lögmál að það geti ekki skila tekjum. Það vantar töluvert upp á þarna og ég líka þeirra skoðunar að Akureyrarbær á alveg nóga fermetrum. Að þegar við ætlum að bæta við fermetrum og laga við fermetra, við erum að taka í gagnið töluvert marga fermetra hérna á efsta hæðinni í Listagilinu, að þá hefur okkur alveg skort svo vinna að fara í hvaða eignir eigum að selja. Þar má meirihlutinn alveg hissa hans upp í sig og fara svolítið af stað í það að þegar við förum svona byggingastu Listagili, við erum að auka við rekstur þar, hvort það mætti ekki til dæmis selja húsnæðis á Deglan, Dynheima, hvað með Skjaldarvík. Þessa vinnu kalla ég bara eftir að með fari svolítið kröftulega í. Því við getum ekki endalaust verið að safna eignum. Það kostar líka rekstur. Af þessu sögðu þá mun ég setja hjá í þessari fjárhagsáætlun minni. Að samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Mér finnst sérstaklega þá það listasafnið. Mér vantar stefnumótunina þar. Hvað ætlaði að gera, af hverju erum við með þessa tengibyggingu, hvað sjáum við fyrir okkur í Ketilhúsinu og hvernig ætlum við að byggja það upp. Ég veit að það komið rekstraráætlun fyrir listasafnið, en það er ekki komin einn svona tekjuáætlun en einn sköpunaráætlun eða stefnumótun hvað með sjá fyrir sig áfram í framhaldinu. Við ítreka, við þurfum að selja fasteignar á móti. Við getum fjármagnað
þessa aðgerð með sölu fasteigna. Samgöngumiðstöðin, ég tel líka rétt að hún má bíða. Við erum ekkert að brenna inni með tíma með það. En ég ætla ekki að lengja mál mitt með frekar með þetta. Nú þá meira að tala um laun og annað og við erum að tala um þessar tölur hérna og það eru fleiri kjarasamningar sem eiga eftir að detta inn. Til dæmis kjarasamningar tónlistarkennara. Nú ég lýsi ítreka áhyggjur mínar af því að við skulum vera með A-hlutann í mínus líka í langtímaáætlun, líka í 3 ára áætlunni og það skulle ekki vera rétt A-hlutann af fyrir á næsta kjörtímabili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og varaforseta að taka við stjórnfundar að gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er náttúrulega alltaf leiðilegt þegar við náum ekki saman þetta, en ég held að við náum saman þetta í stórum dráttum þó að fólk ætli ekki að samþykkja þetta. Það er einhvern veginn þannig að við viljum að sjálfsögðu vinna þetta í sem mestu samráði, en stundum er það bara þannig að það eru 1 til 2, jafnvel 3 aðilar sem vilja bara fá að ráða þessu. Og ef það er ekki farið eftir þeirra hugmyndum þá er eiginlega ekki hægt að vinna með þetta. Það mér líður eiginlega svolítið þannig og svona eins og maður myndi bjóða einhverjum í afmæli til sín og hann myndi bara segja ég ætla að ráða þessu. Það er ég sem ræð. Því ég er stóri kallinn. Ég upplifði þetta þannig. Mér finnst þessi vinna, auðvitað má bæta ýmislegt, en það hefur nú komið fram hjá þeim sem hafa farið hér upp í pontu að það er ýmislegt að fara í rétta átt. Við erum að vinna hlutina betur, við erum með greinargerð, við erum með starfsáætlanir, við erum með hluti sem við höfum rætt að þurft að bæta og við erum að vinna í því. Ég er alveg sammála því að það væri betra að þetta væri í plús og við erum líka að vinna í því. Ég er líka sammála því sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason sagði með ríkið, vegna þess að það er stóra máli finnst mér fyrir þetta það við erum almennt að reyna að gæta aðhals og vera skynsöm, þá eru einhverstað 500 til 600 milljónir líklegast á ári sem ríkið er að raun og vera að svína á okkur. Og það er það sem ég finnst vera stóri, mér finnst það bara að vera vandamál nummer 1, 2 og 3 líka við. Þetta er rosalega slæmt að við séum einhverja samninga og þeir ná ekki nema bara hluta af leiðinni. Og það er meira þess að viðurkennt jafnvel að ríkisendurskoðun eða öðrum fagaðilum að þeir ná ekki nema hluta af leiðinni. Og það er virkilega slæmt. Við erum kannski eins og var komið inn á 150 milljónir pluss við öldrunarmálin. Við erum að tala um búseta, kannski annað eins. Við erum jafnvel að tala um hof, við notum svona sanngirnisreglu eins og með hof og hörpu. En núna finnst mér náttúrulega að ég sé farin að tala nákvæmlega eins og í fyrra. Þá er mitt talað um það og þá misti ég mig aðeins, fyrst aðsökunar á því, í fyrra sko. Fólk ætti ekki að vera hissa á því að það væri ekki meirihluti, því það væri ekki tilbúin að vinna með fólki sem að ætlaði sér bara ráða innu og öllu. En það er þannig að við viljum að sjálfsögðu vera í samvinnu og samráði. 111 milljónir í mínus er ekki gott mál. Við erum þó að vinna í, við erum eins og með, ef við tökum myndlistarsafnið, þá erum við að horfa til þess að selja eignir. Það er vinna í gangi og ég held að vel flestum bæjarfulltrúum sé kunnugt um það, að við viljum selja eignir. Það hefur verið rætt nokkuð oft, með að segja hérna í þessu stól. Þannig að það hefur verið að skoða það að selja eignir og fá peninga, minnka útgjöld þar. En annars verður rosalega gaman, held ég á þessum fundi. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur í stjórn fundarins.
Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara byrja á að þakka formanni bæjarráðs fyrir hans kynningu á fjárhagsáætluninni og þessari ágætu umræðu sem búin að vera í dag. Svona rétt bara í byrjun langar mig að koma það sem ég hef gert árlega og sem ábendingu og svona til að auka á gegnsæi í fjárhagsáætlunum gerðinni. Það þetta með innri leiguna og þjónustukaupin að setja hana nú inn í fjárhagsáætlunina til að gera hana maður þess að bara vera undir sér víðast. Við sjáum bara þjónustukaupin, innri leiguna það undir, en hún svo stór þáttur í rekstri bæjarins að hann bara komi fram og verði sýnilegri í plöggunum hjá okkur. Fyrra voru þetta 23% minnum við innri leigan í áætluninni, en hún hefur nú væntanlega eitthvað lækkað skilst með núna á nýjustu tölum. Hún hefur vaxið mjög síðustu 10 ár, en það hefur, eins og kemur fram í þessu fínu starfsáætlunum og annað sem koma sem mjög jákvætt hvernig framsetningin núna varðandi svona, gögnin, að þegar fasteignir voru stofnaðar til þeirra 2002 þá voru þetta 72.000 fermetrar í maður rétt sem voru þar undir, en í fyrra þá ekki tala leiguíbúðirnar, en í dag þetta 137.000 fermetrar. Þetta náttúrulega helmingsaukning og þetta mjög stór og mikil veigamikil þáttur í rekstri sveitarfélagsins, að þá bara kem ég því enn á ný til formann bæjarráðs og inn í fjárhagsáætlunargerðin að maður reynir kannski bara að skoða að þetta yfir undirlið undir þjónustukaupin, innri leiga. Já, þetta einhvers staðar hlýtur þetta að koma fram sem kostnaður bara til að sýna fram á dæmið. Varðandi síðan ýmsa þætti í þessu. Það mjög jákvætt þetta með Kópavogsmódeli sem við erum að tala að gera með svipuðum hætti og Kópavogur að gera í netheimum, auka gegnsæi sveitarfélagsins þar í rekstrinum. Síðan ef við förum bara gegnum punktar sem komið í ræðu formanns bæjarráðs eins og ég bara hjartanlega sammála honum varðandi samgönguáætlunina, Hafnsögubátinn. Það búið að bjóða hann út. Þetta tilbúið til undirskriftar, það búið að fá hagstætt ágætis tilboð. Þetta var inn í samgönguáætlun fyrir þetta ár, ákveðin fjárveiting fyrsta árið að 3. Þannig að þetta mál sem raunverulega bara hægt að skrifa undir á næstu vikum og mikilvægt að þetta náist inn í næsta ári. Ef við man töluna þá þetta á næsta ári hægt að vera 72 milljónir í samgönguáætlunum þá, sem var gert ráð fyrir samgönguáætlun sem þetta var komin inn í fjárlögin og síðan 180 það næsta ár. Þá ætti ríkið að vera með 90% kostnaðinum og Hafnasamlag Norðurlands 40%. Flughlaðið þekkjum við, það á dottu út samgönguáætlun núna, þó að sé búið að framkvæma verki sem átti að setja þessa fjármuni í. Þannig að það náttúrulega bara að klára það við Vaðlaheiðargöng. Og svo kannski eitt af þessu stóru málum okkar svæði fyrir utan ýmsar, það náttúrulega Dettifossvegur, sem náttúrulega svolítið svona grundvallarmál fyrir okkur hér á svæðinu og uppbyggingu í ferðaþjónustu og annað. Og þetta auka tekjur á svæðinu og aðsókn erlendra ferðamanna, þá þetta risastórt atriði í öllu því dæmi. Og þetta 2 milljarðar sem var gert ráð fyrir samgönguáætlun og átti að klárast á næstu 2 árum. Og nú bara að sjá hvernig það gengur þá að koma því eitthvað áfram. En þetta okkar einn helsti svona ferðamannasegull á svæðinu og gríðarlega mikilvægt að náist inn. Þannig að þetta tekur undir þetta. Það í 3 ára áætluninni talað meðal strengingu Glerárgötunnar, hvort það var 2019, cirka bát. En þá viljum maður bara benda á þessar, hvort það sé ekki rétt að skoða það varðandi þrenginguna. Nú hefur maður heyrt tölur, þetta getur verið 400–450 milljóna kostnaði við að þrengja og færa götuna með þeim hætti sem við talaðum í miðbæjarskipulaginu. Að raunlega meta þá bara fjárhagslega ávinningin af því í lóðasöluna á móti hvað þetta þýðir. Minnstakosti að gera það þó maður sé nú alferð og vera á móti því að þrengja götuna, þannig að þetta sé þá bara til gögn þetta. Þannig með séu bara taka þá meðvituð ákvörðun þá að það sé þá vitneskja kostnaðinn á móti við færslu götunar og að þrengja hana.
Að sama skapi, eða sama varðandi bílastæðahús í miðbænum, það hefur ekki verið kannski mikið, við ræddum hérna í fjárhagsáætluninni, í umræðu bara hérna í júní, þar sem við samþykktum að væri farið í svona rekstrarlega úttekt á því að skoða möguleika á að reisa bílastæðahús í miðbænum. Og það væri kannski bara fróðlegt og þá að kostnaðargreina það og sjá hvernig þetta geti verið. Gatna bílastæðasjóður myndi farið þá framkvæmd, væntanlega, eða einhver önnur leið. Bara það væri að fróðlegt bara vita hvar það mál stæði í dag. Varandi svona í framkvæmdum, til að sjá svona í nýframkvæmdur á næstu árum hvað menn þá að pæla og hvernig þess að vinna þá bak við þetta stendur. Og eins og við sagði áðan að þetta mjög jákvætt eins og með þessar starfsáætlanir sem eru nú komna fram með svona, og þessi plögg sem voru lögð fyrir, þetta mjög jákvætt hvernig þetta og hvernig miklu aðgengilegri þetta heldur en þetta hefur verið. Þannig það bara mjög gott og náttúrulega örugglega hægt að bæta enn þessi vinnubrögð og þetta náttúrulega fyrsta skipti sem verið að vinna þetta en þetta geti nú verið góður grunnur einmitt að þessari vinnu í framtíðinni ef þetta svona eigur tölvöld á gegnsæi og slíka þætti. Varðandi það sem kemur fram varðandi öldrunarheimilinu, bara taka undir þau orð sem hér hafa sögð, það gengur náttúrulega ekki til lengdar að menn séu að borga háar upphæðir með þessu. Og það var tekið fyrsta skref í þessa átt þá í haust að reyna að bæta úr. En það sem ég kannski áhyggjur af síðan þetta með málefni fatlaðra sem að koma það fram núna í fjárhagsáætluninni, hvað sveitarfélagi að greiða núna, hversu hratt þetta gerist núna. Að sveitarfélagi fer að bera kostnað af þeim málum og svo sannarlega eins og við erum minnst á ef mögulega eru eftir að fá eitthvað tilbaka á móti því, en það svolítið stór tala að sjá 260 milljónir hvað eru komin 5 ár síðan tókum yfir og auðvitað vonum við að við fáum sem mest upp í það gat, en það greinilega fylgjast mjög vel með þessu líka, þannig að virðist vera svona skapast eitthvað svipað máli eins og með öldrunarheimilum. Varðandi heildarframkvæmdi sveitarfélagsins 3,5 milljarður, þetta væntanlega þegar að fara eitthvað 10 ára tilbaka til að sjá eitthvað við líka, það hátt framkvæmdastig sem sveitarfélagi fara gegnum fasteignir, framkvæmdamiðstöð eða framkvæmdar og Norðurorku næsta ár, eða nýrri nefnd umhverfis- og mannvirkjaráðs. Þannig að tala oft í gegnum tíðina og fyrir kjörtímabili sveiflujöfnun og annað, en það mikið af þessu verður bara viðurkennast að mikið af þessu framkvæmdum, það búið að halda svolítið af sér í töluverðan tíma og mikið af þessu framkvæmdum þurfa bara að fara að gerast. Hvort sem það lítið varðandi sem snýra heita vatninu, kalda vatninu eða hreinsistöðinni, þá bara margt sem þarf að drífa í, og 3,5 milljarður, ég held að við höfum ekki séð þetta bara í vera 10 ár. Þannig að það líka erfitt að reikna þetta, það alveg menn hafa alveg rætt þetta undanfarin ár á fundum og slíkt, en það líka erfitt að reikna þegar það verður til ný hagsveifla sem svo lengsta í sögunni, í lýðveldi sögu landsins. Það greinilega ekki hægt að reikna alltaf, þessi verður væntanlega svo allra lengsta og kannski bara verða það nú þegar sem verið, þannig að menn ætla að vera að hitta eitthvað í það, þá getur það líka verið erfitt eins og þetta við þróast hjá okkur undanfarin ár. Það sem hefur kannski lítið verið að tala hvernig menn ætla að skapa tekjurnar, ég bara rétt að koma þegar maður les starfsáætlanirnar að þetta markaðsátak hjá Akureyrarbæ á íbúðamarkaði og taka undir þau sjónarmið sem þar koma fram, að fara af stað aftur með það eins og var gert á sínum tíma og skoða þau mál. Og síðan þetta náttúrulega bara það sem ég held að síðan flest kannski okkar stæðsti möguleikar í dag tengjast þessu ræddum áðan var þetta Dettifossveg og slíka framkvæmdir sem tengjast í ferðaþjónustu, að það hvernig við að ná meira af þessum tekjum sem að snúa af erlendu ferðamönnum og dreifingu þeirra landið. Það voru kannski komin, en þetta bara, þarna held ég liggi gríðarlega mikið, þetta liggur víða. Þetta liggur á vegagerðinni bara með snjómoksturinn og hálkuvarnir, að skapa öryggi, að snýra ákveðnum innviða uppbyggingu, klára ákveðna vegi, Dettifossveg, við höfum rætt með flughlaðu og fleiri þætti.
Og síðan má ekki gleyma heldur og raunverulega þjóðhagslega ábati samfélagsins mestur af því að fá fólki sér út á land og meiri dreifing á þeim, það sem þarf ekki að fara í nýja framkvæmdir, það sem allt til staðar nú þegar. Hvað sem að nýta bara vegina betur, það húsnæði sem til staðar, veitingastaði og annað sem eru verulega vannýttir kannski, eru á stóru hluta landsins ennþá á vetrarlagi. Þannig að þjóðhagslega ábati samfélagsins svo mestur að þetta sé virkjað. Og svo getur maður ekki annað minnst á þess með raforkukerfið. Það hlýtur að vera alveg undirstöðumál fyrir okkur og uppbyggingu hér á atvinnulífi og tekjumyndun á svæðinu, það að byggja upp raforkukerfið. Þetta er 10 ára stopp og það hátt í 10 ár sjálfsagt úr bætist. Þetta tekir lágmark 5 ár frá menn þar ákvörðinu komin að framkvæma það þegar ákvörðinu tekin. Kannski getur við farið austur á 3 árum eftir varðandi að tengja við Kröflu. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og hefur náttúrulega mikil áhrif á tekjumyndum fyrir okkur og okkar sveitarfélög og allt svæði, getum við útsæð síðan hér í rekstri bæjarins. Það bara rétt í lokin að með eins og sorphirðuna við umhverfis- og samgöngustefnan, ég vona að það verði rætt á næsta fundi og þar náttúrulega komið mjög víða inn og ýmist líka þar sem ætti að stuðla að betri rekstri sveitarfélagsins. Og við kannski höfum þá tækifæri vonandi sem flest í næstu viku að ræða það betur. En það margt svona spennandi bara með nýrri tækni og hluti sem að gerast þar. Þið þyrfti náttúrulega að skoðast vonandi vel í framhaldinu. En ég bara þakka kærlega fyrir þetta. Ég reyndi nú að impra því sem ég vildi ekki vera endurtaka of mikið það sem var komið fram en bara þakka fyrir góða umræðu og takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú tekið undir mjög margt sem hér hefur verið sagt hvað varðar bætt vinnubrögð við fjárhagsáætlanagerð og vil þá sérstaklega nefna starfsáætlanir sem við höfum fengið í hendur allavega fulltrúar í bæjarráði fyrir löngu, eða það að segja, fyrir bara ágætis tíma og svo mjög góða greinagerð sem við fengum í hendurnar í fyrradag. Og svo hef ég auðvitað nefnt áður bætt vinnubrögð vegna viðauka og útgjaldaauka. Og ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni að það er bara mjög mikilvægt að þakka það sem vel er gert og lofa það. En það er auðvitað margt fleira sem er hægt að gera og þá dettur mér til dæmis í hug varðandi bókhald bæjarins. Og þá er ég ekki að tala það sem bæjarfulltrúi Njáll Trausti var að vísa í þetta og opna bókhald Kópavogsbæjar. Ég held að við séum og höfum tekið það umræði bæjarráði og sammála að það sé mjög spennandi leið að fara og ég reikna bara fastlega með að við gerum það og það verkefni sé í vinnslu. En það sem ég er að tala í bókhaldi bæjarins og það sem ég held að skipti líka gríðarlega miklu máli til þess að gera bókhaldið svona gagnsærra, það er svona hvernig hlutirnir eru flokkaðir og að því ég var nú að tala áðan að málaflokkar eru sumir aðþrengdir og örugglega flestir ef ekki allir að það er okkar verkefni að forgangsraða og þá til dæmis hugsa ég að því ég og kem kannski betur en að það seinna með allar þessar byggingar og það mál en þá eins og til dæmis 2 framkvæmdir eða fjárfestingar sem verið að fara í núna á næsta ári sem verið að klára sundlaugina og það verið að kaupa tróðara. Þetta flokkast hvoru tveggja sem æskulýðs og íþróttamál. Og við höfum aðeins rætt til dæmis Hlíðarfjall og í sambandi við hugsanlega útvistun og þeim rekstri og ræðum þetta oft sem mikilvægan þátt í ferðaþjónustu bæjarins. Og sama með sundlaugina.
mér hefur svona fundist sko það sem að var svona mest áberandi í rökstuðningi við að fara í þær framkvæmdir og þá sérstaklega varandi að kaupa nýja rennibraut, það var sem sagt að þetta væri mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna og það væri bara mjög mikilvægt að hafa þetta góða afþreyingu og mannvirki sem að nýttust til þess og ég því alveg sammála, það mjög mikilvægt og ég held til dæmis að umbæturnar við listasafnið sem eru mikilvægar á svo margan hátt, það eru mjög mikilvægar menningarsögulegar, það mjög mikilvægar til þess að láta ekki grotna niður þetta magnaða framtak sem var gert hérna í gilinu á sínum tíma, það sem svo breytt í listagilið. En þá það líka mikilvægt til þess að sem þáttur í ferðaþjónustu og þetta spilar þetta mjög saman, ferðaþjónustan og síðan bara lífsgæði, almenn lífsgæði bæjarbúa. En mér finnst bara að við ættum að vera kannski aðeins duglegri og þurftum að kannski endurskoða hvernig við flokkum. Þar að segja, flokkum útgjöldin og þessar fjárfestingar. En þetta var bara svona eitthvað sem ég vildi svona bara nefna til svona áframhaldandi umbóta. Ég búin að vera veltast með það með sjálfur mér og inn í sjálfur mér síðustu vikuna og vikurnar hvort ég ætti að samþykkja fjárhagsáætlunina að sitja hjá. Og það auðvitað margt gott og það margt eins og ég kom inn á og fleiri á kom inn á, margt gott í þessari vinnu og í þessum umbótum sem hafa verið gerðar í fjárhagsáætlunum gerðinni. Og en þá auðvitað ekki eins og bæjarfulltrúi Matthías kom inn á, þetta ekki alveg samkvæmt mínu höfði og mér finnst bara asnalegt að sé vera að gera hlutina ekki eins og ég vil gera það. Nei, ég segi svona, það ekki þannig, en ég skil alveg að það ekki allir að hugsa nákvæmlega eins og ég og það bara þannig. En mér finnst nefnilega líka hafa vantað svona upp á samráð vegna þess að þetta svolítið svona sett fram og beðið eftir síðan gagnrýni í staðinn fyrir og þá ætla ég að koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Preben kom inn á, það að segja aðgerðarhópinn. Það var það sem að og þess vegna samþykkti ég fjárhagsáætlunina á síðasta ári vegna þess að við vorum að fara í þessa mjög svo spennandi vinnu sem að var aðgerðarhópur. Þar sem ég held að við værum að fara að skoða verkefni bæjarins, framkvæmdir og uppbyggingu og forgangsraða pólitískt. Og við að skilgreina hvaða verkefni þjónustu við myndum leggja áherslu á að sinna og hver væru aftar í forgangsröðinni. Og þetta það sem ég held ennþá að væri besta leiðin. Þetta það sem var að mínum mati ekki gert. Ég vil samt segja að það samt ýmislegt gott sem kom út úr þessum aðgerðarhóp. Það að segja sérstaklega hvað varðar svona framtíðarverkefni og svona verkefna listi í raun og veru. En þetta með að skilgreina verkefni, þjónustustig og hvernig við erum að reka þetta bæjarfélag, það var ekki gert og það olli mér gríðarlegum vonbrigðum og var auðvitað ástæðan fyrir því að ég samþykkti ekki tillögur aðgerðarhópsins og hlaut fyrir það mikla reiði félaga minna í aðgerðarhópnum. En þetta það sem mér finnst bara skorta í þessari fjárhagsáætlunarvinnu, það að við séum að ræða verkefni og við séum að forgangsraða þeim. Og þegar ég segi við, þá ég að tala um okkur í bæjarstjórn og bæjarráði sérstaklega, af því að þetta fer þessi vinna mikið til fram í bæjarráði. Útfærslan auðvitað út í nefndunum, en við verðum að hafa heildarsýnina vegna þess að við erum að skipta fénu á milli málaflokkana, þannig að við verðum líka að hafa heildarsýn yfir hvaða verkefni við ætlum að leggja áherslu á hver ekki. Og þarna finnst mér bara vera pottubrotin og upplýsingaflæði ekki nógu gott og sakna meiri samvinnu og meira samráðs í þessu. Bara svo það sagt. Og þá ímynda ég mér að þeir sitja allir nánast bara í spennu kasti yfir hvort ég ætla að samþykkja þessi fjárhagsáætlun eða ekki, það kemur í ljósa eftir. Að það nokkur mál sem að ég vil svona nota tækifæri að ræða. Og það til dæmis þetta með að safna eignum. Og það var í þessari fínu greinargerð sem við fengum inn í fyrradag. Kemur meðal annars fram að
fermetra fjöldi fastegna í eigu Akureyrarbæjar hefur aukist úr 72.000 fermetrum í 137.000 fermetra, eða nærri því tvöfaldast. Og sama tíma hefur bæjarbúum fjölgað úr 15.656 upp í 18.139, 2.500 manns tæplega. Þannig að þarna greinilega einhver þensla, einhver bólga sem að þarf að huga að, og auðvitað þurfi að huga því að selja eignir þegar við erum alltaf að byggja nýtt. Og þarna langar mig líka til þess að tengja, því að alveg frá því ég settist í þessa bæjarstjórn þá við tala alveg rosalega mikið laun og kostnað vegna launa og svona ýmislegt sem því tengist, og í dag eins og aðra daga kemur þetta líka til umræðu og formaður bæjarráðs hefur reiknað út að launakostnaðurinn og hefur svona ályktað að launakostnaðurinn sé orðinn fasti upp á 58% af tekjum A-hlutans. Og mér langar að spyrja formann bæjarráðs hvort hann hafi reiknað út hversu hátt hlutfall af tekjum A-hlutans séu vaxtagjöld og hvort að það sem sagt hlutfall sem að við viljum hafa. Af því mér finnst bara að það mjög áhugavert og mjög gott að taka saman svona tölur og reikna út hlutfall og skoða þróun, en það á ekki bara við suma hluti, það á eiga við alla hluti. Og í tilefni af þessu þá vil ég hér hefur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talað það og ég tek hjartanlega undir með honum að það sé ekkert vandamál að koma til móts við launahækkanir, þetta bara verkefni. Og ég bara gæti ekki verið meira sammála bæjarfulltrúi Gunnari. Þetta ekkert vandamál. En þá komum við aftur að þessu með pólitíska umræðu og þar vil ég byrst afskonar, ég pínum kveðið. Þar vil ég segja að það bara eitt að segja svona, en síðan annar hlutur og það það hvaða skilaboð samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga fær héðan úr salnum og frá bæjarráði. Vegna þess að það bara þannig að þau skilaboð eru ekki á þá leið að það sé stemming fyrir launahækkunum og þvert á móti. Þetta verður alveg mjög skýrt. Og það engin vilji, og hvorki bæjarráð eða bæjarstjórn hefur lýst yfir vilja, skýrum vilja til þess að breyta launastrúktúrnum í samfélaginu. Í samfélaginu þar sem starfsmenn sveitarfélaga eru langt launalægri en starfsfólk annarra aðila. Og mig langar til þess að nefna dæmi að samkvæmt tölum frá Hagstofunni fyrir árið 2015 var meðaltal heildarlauna starfsmanna sveitarfélaga 490.000 krónur á mánuði. Á sama tíma var meðaltal heildarlauna starfsmanna á almenna markaðinu 637.000 á mánuði. Og meðaltal heildarlauna ríkisstarfsmanna 681.000 á mánuði. Þarna munar næstu í 150.000 kalli á meðaltali heildarlauna starfsmanna sveitarfélaga og almenna markaðinum sem eru þó undir ríkis. Og ég veit að heildarlaun ekkert endilega viðmið sem að nær yfir allan skalan, það fullt af hlutum í þessu, en samt sem áður þá það bara þannig að það eru heildarlaunin sem ráða því við hvað lífskjör fólk býr. Og það getur vel verið að hluti af þessu sé tilkomin vegna yfirvinnu eða vaktavinnu, en það það bara þannig að fólk þannig greinum að það býðst eða þannig störfum að það býðst. Þetta býðst alls ekki öllum og þess vegna fullkomlega eðlilegt í þessu samhengi að tala heildarlaun og bera þau saman. Og þetta, að því ég var að segja ykkur, 150.000 kall á mánuði gerur þetta og ég reikna með að bæjarfulltrúinn Njáll Trausti sem löngu búinn að reikna þetta út, tæplega 1,8 milljóna á ári. Og mér finnst þetta bara algjörlega óásættanlegt kerfi og ég myndi vilja að héðan kemur skýr skilaboð að breyta þessu. Annars hægt að segja hvað sem annað á opnum fundum út í bæ, en þetta staðreyndin. Ég held að sé ekkert meira svona í augnablikinu, jú það eitt sem ég langaði til að tala um, eða tvennt reyndar hérna, skipaði ég þetta.
samgöngumiðstöðin. Ég alveg sammála því og það náttúrulega, sko, maður verður auðvitað að hugsa þetta í samhengi að ég var að tala hérna og inn eftir tölum vaxtagjöld, hlutfall af tekjum og þetta allt saman. Auðvitað þarf þá að bara skoða það í samhengi við framkvæmdir og þar vil ég nefna samgöngumiðstöðina. Og að mínu mati þá má alveg bíða með að byggja eitthvað stórhýsi fyrir samgöngumiðstöð. Ég ekki viss að megi bíða mikið með að búa til samgöngumiðstöð. Það mjög mikilvægt að ef við erum og þessi góða braut sem við erum á að efla almenna samgöngur, að það mjög mikilvægt að það sé eitthvað sem heitir samgöngumiðstöð. En það þarf ekki endilega að vera húsbygging sem byggð sérstaklega því tilefni og ég veit að sagt það nokksunum held ég hér í þessu ræðustól og ger það enn einu sinni í dag bara og segja hún getur verið staðsett hérna í Ráðhúsinu, hún getur verið staðsett á jarðhæðinni. Og þar með myndum við þá nýta þetta hús miklu betur. Ég held að þyrfti allavega að skoða þetta mjög vel. Og svo eitt að lokum sem hefur ekkert komið hérna til umræðu og þannilega séð ekkert til umræðu en ég vil samt koma inn á þetta og það hérna stóra jöfnunarsjóðsmálið. Það að segja þessi staðreind að fólki var gert og gert kleift að nota lífeyrissparnað í aðra hluti en lífeyrissparnað. Það að segja að því var gert kleift að taka þetta út og núna þið gert kleift að leggja inn á lán sem ég segi bara gott mál. Ríkið auðvitað búið að gera ráð fyrir það sem betur fer. Búið að gera ráð fyrir þessu tekjutapið sem fyrir sveitarfélögin vegna þessa, það sem í raun og veru ríkið að gefa skattaafslátt þarna sem að stóruleyti bitnar á sveitarfélögum og búið að gera ráð fyrir að bæta sveitarfélögum upp tapið en svo gert ráð fyrir eftir þessi ég best veit að taka þetta í gegnum jöfnunarsjóð og það bara eitthvað sem við þurfum að hugsa og vera mjög meðvituð það það að þar sem að við erum stórt og öflugt sveitarfélag þá við kannski ekki að fá okkar hlut út úr þessu. Það að segja jöfnunarsjóður hefur náttúrulega þann tilgang að jafna svona aðstöðu sveitarfélagana og okkar aðstæða góð og eðlilega fáum við minna út úr jöfnunarsjóði heldur en mörg önnur sveitarfélag. En þarna að taka þetta þarna í gegn held ég að sé mjög óeðlilegt vegna þess að þarna erum við að tapa mjög miklum tekjum sem að verða síðan færðar til annarra sveitarfélaga. Og ég held að þetta bara svona atriði sem langaði til að minnast á því að var að ræða þetta eitthvað í síðustu viku og mér finnst það bara að vera relevant inn í þessa umræðu. Og en þetta eftir þess að ég best veit ekki farið í gegnum þingið, þar að segja hvernig á að fara með þessa peninga, hvort á að taka þetta í gegnum jöfnunarsjóð og það mikilvægt fyrir okkur sem hér sitjum að taka þá umræðu við okkar þingmenn og þá sérstaklega þingmaðurinn sem situr þarna hinum megin. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sólveig Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, byrja á því að þakka Guðmundi yfirferðina og eins málefnalegar umræður. Bæjarfulltrúi Gunnar kom nú yfir flest af því sem að ég ætlaði nú að koma inn á en enda við erum mjög sammála í þessum efnum. En mér langaði aðeins að koma inn á að því að bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson kom svona inn á að hér væri við lýði frekja og yfirgangur. Ég nú ekki alveg sammála því. Það sem að ég hefði kannski viljað leita eftir og aðrir hafa komið inn á að ég held að ég myndi leggja til í næstu fjárhagsáætlunargerð að við myndum halda saman fund áður en að kynnt hvernig framkvæmdaáætlunin og hverjar helstu áherslur meirihlutans Við myndum prófa að setjast niður öll saman
og athuga hvort við gætum komist að einhverju samkomulagi, því það svo mikilvægt. Ég meina þegar við erum að vinna á vinnustöðum og erum í stefnumótum eða erum að fara í stóra breytingar, að fólk upplifið að það eigi þátt í ákvörðunartökuferlinu. Og þetta líka svona þegar þú ert að vinna með börn, þannig að mér langar bara að fá að heyra hvort að meirihlutin væri til í að prófa þessa aðferð, að við myndum allan að sittast niður saman áður en að þau taka ákvarðanir og sjá hvort við hugsanlega mögulega gætum náð sáttum. Því að við höfum gert það í mörgum málum og ég tala algjörlega frá hjartanum, ég finnst meirihlutin hafa oft og mörgum sinnum hlustað á mínar skoðanir og tekið tillit til þeirra. Og mér finnst það bara, og ég met það mjög mikils. En það var fleiri komið inn á það varðandi fjárhagsáætlunarferli núna, það var bara eitthvað skrítið, það bara eitthvað búið að vera að í þessu fjárhagsáætlunarferli. Áburðarsöfum voru óskýr, gögn að skila sér seint og svona, og ég ætla bara að trúa því að þetta verði í lagi á næsta ári, en eins finnst mér líka, ég veit ekki hvort það sé bara núna, en allavega tilfinning mín núna að það hafi lítil sem engin minna verið lögð í 3 ára áætlunina. Og mér finnst svo mikilvægt, þegar við erum með svona stórt apparat eins og bæjarfélag, að sýnin sé skýr og við vitum hvert við ætlum að fara. Og ég veit til þess að það næstu gleymdist að taka fyrir 3 ára áætlunni í nefnd og það hefur ekki verið markvisst farið í framkvæmdaáætlun og hvernig leigutekjurnar eiga að koma inn í fjárhagsáætlunina, 3 ára áætlun, og ég hef fengið það staðfest. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við horfum ekki bara til 1 árs, að við séum líka að leggja mikla og góða vinnu í 3 ára áætlunina og jafnvel eins og bæjarfulltrúi Gunnar margoft komið inn á að við horfum til 10 ára í senn. Ég ótrúlega ánægð að hafa fengið starfsáætlunar. Þetta hjálpaði mér gríðarlega mikið í því að móta mér skoðun og komast inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Og þannig að mér finnst það bara þakkarvert að því hafi komið. Við sjálfstæðismennum búin að tala fyrir því lengi, bara frá því held ég á fyrstu fundum, að þetta gert, og ég bara mjög ánægð með að það sé komin. Eins yfirlit, að við höfum fengið yfirlit yfir stöðugildi og yfirvinnu starfsmanna, að það þegar vorstu að búa til framtíðar áætlun, þá rosalega mikilvægt að horfa aftur í tíman hvernig þróunin hefur verið og hvað hefur verið að gerast. Þannig að þetta hjálpaði mér og ég bara þakka fyrir það að það hefur verið lagt í þessa vinnu. Og flott greinagerðin, ég veit ekki af hverju Sóli fekk hann fyrir 2 dögum, ég fekk hann í gær og mér fannst það svolítið seint, ég hefði viljað fá hana aðeins fyrir, þú kannski með einhvern ég þurfti að taka gærkvöldi og nóttina að fara yfir þetta, þannig að það hefði verið gott að fá þetta aðeins fyrir. En ef við tölum listasafnið, ég vil að það sé alveg skýrt að við sjálfstæðismenn höfum talað fyrir því að við viljum uppbyggingu í listasafni, það alveg á hreinu og mér persónulega finnst mér hugmyndirnar mjög flottar, en eins og ég sagt ekki hér í ræðustól en ég hef sagt á fundi, ég fæ svona tilfinningu eins og ef ég væri að horfa út frá mér sem einstaklingi að þarna væri bara drauma einbýlishúsið mitt sem ég langar svo virkilega í, en ég ekki alveg komin fjárhagslega til að fjárfesta í þessu húsi. Þannig ég þarf að finna leiðir og eins og bæjarfulltrúi Pepin kom inn á, eigum ekki frekar að setjast betur niður hvernig við náum auknum tekjum inn á þetta þannig við getum staðið undir þessu. Og eins ef ég tekið hér fram í ræðustól og öðrum fundum og sama og bæjarfulltrúi Pepin kom hérna inn á, við verðum, ég veit við erum öll sammála að losa okkur við fullt af eignum, en halló, förum að gerum það. Eftir hverju erum við að bíða? Það alltaf að bíða eftir einhverjum starfshóp. Við í Akureyrar við erum til dæmis löngu búin að senda inn tillögur til stjórn fasteigna bara hvað má fara. Þannig að ég veit ekki alveg eftir hverju við erum að bíða. Varðandi annan rekstrarkostnað og það sem bæjarfulltrúi Njáll Trausti kom inn á, að það væri, ég algjörlega sammála, það væri rosalega gott fyrir okkur að fá
útlista hvað í öðrum rekstrarkostnaði hvað innri og hvað ekki og við erum með málaflokka yfirlit fyrir öll árin og þar inni einmitt annar rekstrarkostnaður í einum dálki, það ætti í rauninni að vera hægt að skipta honum bara í tvennt. Af því að ég veit alveg í ásreikningum sjálfum þá búið að taka í rauninni innrileguna út en þarna tækifæri fyrir okkur til þess að sjá þá, þarna væri hægt að setja dálk þannig að við sæjum betur hvað að fara í innri leigu og eins hefur við talað fyrir því að þegar við erum að gera framkvæmda áætlunina að það sé þá henni fylgi bara strax hvað hækkar leigan við að fara í þessar framkvæmdir. Þannig að það sé bara okkur öllum ljóst. Mér langar aðeins að því að fyrrverandi formaður velferðarráðs inni. Mér langaði aðeins að fá upplýsingar tilraunaverkefni með notkun og umsýslukerfi fyrir heimaþjónustu. Bara hvað þetta og mér fannst þetta bara spennandi í starfsáætluninni. Ég rosalega ánægð að við ætlum að fara í skólalóð Naustaskóla og ég alveg vissum að foreldrar við fagna því að við erum nýbúin að fá bréf frá þeim til okkar. En eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á þá höfum við pínu ágjör af því að við munum kannski ekki standast áætlun en ef svo verður þá það bara gott. Síðan ég byrjaði bæjarstjórn þá hefur verið ætlunin að fara að vinna nýrri og endurskoðaðri skólastefnu og mér finnst þá þegar verið farið í þá vinnu að við tökum þátt í því að taka þá þessa pólitísku umræðu til dæmis viðmiðum hvaða aldur við ætlum að hafa til viðmiðuna við inntöku á leikskóla. Við þurfum að vera, það bara pólitísk ákvörðun sem við þurfum að taka og það þarf þá að vera skýrt og við þá að fylgja því eftir. Eins og við höfum komið inn á og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, þá þurfum við að ná auknu hagræði í rekstrinum og svo margir aðrir komið inn og auka tekjurnar. Ég hef sagt hér og ég veit að fleiri eru sammála mér að við þurfum að nota tæknina meira en til þess þá þurfum við örugglega að leggja út peninga upphaflega en þeir munu skila sér, ég alveg sannfærð Íbúakortið, það annað dæmi þar sem við tölum en það ekkert gert, þannig að nú bara verðum við að bretta upp ermar. Ég á því að við ættum að skoða að taka út hina þessa verkferla, eru öll þessi, eru verkferlarnir í lagi, gætum við stytt á, gætum við gert á betri, fara yfir þjónustustigið og þá þjónustu sem við erum að veita og mér langar bara að spyrja meirihlutana því hvort að það sé ætlunin að fara yfir það. Bæjarfulltrúi Njáll kom inn á markaðssetninguna sem að Akureyrarstofa hefur sett á starfsáætlunum hjá sér með auglýsa Akureyri sem búsetukost. Síðan finnst mér gríðarlega mikilvægt og ég veit að bæjarfulltrúi Gunnar hefur mikið talað fyrir því að stemma við aukningu á stöðugildum. Að við séum bara með það skýrt að við séum ekki að fara að auka stöðugildi bæjarins eins og staðan núna og það þurfi þá að vera vel ígrundaðar ákvarðanir ef svo á að vera. Þannig að það sé bara skýr skilaboð til formanna og embættismanna að það sé eitthvað sem að við séum að viljum að þeir vinna eftir. Ég fagna því að það eigi að fá ráðgjafinn til þess að fara yfir málefni fatlaðra og fara yfir þann málaflokk því að þar eru eins og hefur komið fram við að greiða með þeim málum sem við ættum ekki verið að greiða. Eins ættum við að horfa fyrir alvöru til þess að auka samstarfi nærliggjandi sveitarfélög því að þar getur hugsanlega verið einhver tækifæri fyrir okkur til sparnaðar. Ég pottþétt að gleyma einhverju en það er annað á fyrsta árinu okkar saman þá óskuðum við eftir því að farið yrði reglulega inn í nefndirnar með fjárhagsáætlun og formenn og embættismenn sem sýndu okkur það hvort við værum að standast þær og það hefur verið gert allavega í þeim nefndum sem ég og mér finnst það rosalega gott en mér finnst að þurfa að koma kannski skýrt fram frá meirihlutanum eða okkur hvað á að gera ef við erum að fara fram úr. Það sé þá skýrt til formanna og embættismanna til hvaða viðbragða á að taka. Mér finnst það fundir stundum vanta upp á það.
Já, ég örugglega að gleyma einhvern en þá kem ég bara eftir. Ég ætla að þakka fyrir bili. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, þá það næst Silja Dögg Baldursdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að halda því á lofti að við sem sveitarfélag stöndum vel og það jú vissulega áhyggjuefni í framtíðinni sem við þurfum og erum vakandi fyrir og erum að bregðast við, en þetta jú langhlaup miðað við stöðuna sem við erum í dag. Við erum frábært bæjarfélag. Akureyri, þessi litli, stóri bær, hefur allt upp á bjóða, fullt af alls konar eins og einhver tíman var sagt. Og það sannlega fullt af góðum hlutum í fjárhagsáætlunum sem nauðsynlegt að halda á lofti og sumt hefur verið tekið fram hér áður fyrr. Við brugðumst til dæmis við kröfu foreldra eins og hægt var að þessum sinni með því að bæta 10 milljónum í leikskóla til að bæta við og koma fleiri og yngri börnum inn sem fagnaðarefni og ég ætla að fagna því. Þetta mér hjartans mál og ég tel mikilvægt ef við förum í vinnu og viljinn til staðar til þess við að móta hvernig við sjáum leikskólamál í framtíðinni. Það hvort við eigum ekki að taka það skref að vera með ungbarnadeildir á leikskóla. Ég myndi vilja sjá að ríki komi þar á móti og lengi fæðingarorlof í ár og við kæmum þá á móti foreldrum með ungbarnadeildir og gott að vera með þingmann hér í sal og ég fullviss að þetta verður honum hjartans mál. Sérstaklega í ljósi þess að hann nýlega fengið það hlutverk að verða afi. Mér finnst áhugavert að skoða fleiri möguleika foreldra, til dæmis ef foreldri kýsa að vera heima væri hægt að greiða gjald sem samsvara niðurgreiðslu beint til foreldra, svo eitthvað sé nefnt, borga niður au pair frá 1 til 2 ára eða eitthvað svoleiðis, þetta væri allan að vert að skoða. Svo íbúðarkortið, það verður klárað 2017 sem frábær viðbót. Og ég ætla að segja að það verður klárað, ég ætla að leyndarmála það ef það hægt að segja það svoleiðis. Kópavogsmódeli, mjög sjónræn og flott uppsetning og bara flott og gott fyrir okkur að sjá hvert okkar fjármunir fara, eykur gegnsæi. Svo náttúrulega auka við forvarnafulltrúi Rósenborg sem fagnarefni og ég ætla líka að fagna því. Og með þessu móti getum við bætt í og hjálpað fleiri ungu fólki. Við getum farið og náð í unglinga sem hafa einangrast félagslega og eru líklegir til þess að leiðast í fíkniefni eða andleg veikindi á borð við þunglyndi eða kvíða. Ég tel að með því að setja fjármagn þarna á þessum tímapunkti í lífi fólks þá sparar það pening annars staðar í kerfinu. Þessir einstaklingar eru oft þeir sem komast ekki til dæmis út á vinnumarkaðinn og enda á fjárstyrk hjá bænum. Tölum ekki að þið vel tekst til þá möguleika á betra lífi því brugðist var við á réttum stað í lífinu. Við vitum því betur sem okkur öllum líður því betra samfélagi búum við. Þannig að þetta sannarlega fagnaðarefni. Ég allavega búin að eiga góðan dag og enn betri viku og ætlaði bara að vera jákvæð og fagna því sem gott var sem skila sér oft betur en hitt. En svo get ég ekki setið á mér. Bæjarfulltrúi Gunnar, hann talar samstarf og ég ætla að segja mína upplifun á samstarfi Sjálfstæðisflokkinn. Mér finnst við í meirihlutanum búin að eiga mjög gott samstarf við fulltrúa Bjarta framtíð og Vinstri græna. Mín upplifun að það vanti vilja hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég upplifi meira að viljinn sé fyrir populisma heldur en vilji til að vinna saman. Þetta pínu eins og svona Sigmunds Davíð heilkenni, spurningin að byrja á sjálfum sér. Og ég frábið það að við hjá meirihlutanum höfum ekki haft gott samstarf eða samráð. Ég upplifi að við höfum í samstarfi við VG og Bjarta framtíð lagt okkur fram í að eiga gott samstarf. En mér finnst ég ekki upplifa sama frá ykkur í Sjálfstæðisflokknum. Það má kannski líka þess að einhver leiti, ég kannski að skjóta mig í fótinn með að segja þetta, en það má kannski líka þess að einhver leiti við hjónaband þar sem gefið og ekki fengið neitt tilbaka. Og þess vegna þá ætla ég að endurtaka það að ég frábið þessi orð bæjarfulltrúa Gunnar Gísla að ekki nægt samstarf hafi orðið, því dyrnar eru jú vissulega alltaf opnar.
og mér leiðist rosalega þessi pólitík í pólitík. Bæjarfulltrúi Sóli fór líka aðeins inn á samræð mætti vera meira og ég ætla ekki að hafna því við getum kannski bætt okkur á einhverjum stað og mér finnst einhvern veginn gagnrýnin frá henni vera meira réttmætt því ég upplifi samstarfið sér þar í báðar áttir. Allavega, svona upplifi ég þetta samband meirhlutans og Sjálfstæðisflokksins og það komi fram. En annars þakka ég góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins til þess að bregðast við því sem hefur hér komið fram í umræðinni. Varðandi tillögu aðgerðahópsins sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þá er það alveg ljóst að það er tekið tillit til þeirra í þessum fjárhæðum sem við erum áætla í ramma fyrir árið 2017, en hins vegar er ljóst að það kannski lendir ekki akkúrat á þeim liðum sem upphaflega var áætlað en þó er það að nokkuð leyti. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og eins og kom fram í máli mínu hérna upphafi þá náttúrulega er þarna staðan svo að við erum að sýna mikið aðhald í rekstri. Rekstrarkostnaður og annar rekstrarkostnaður ekki mikið að hækka á milli ára og það er náttúrulega ríkar skyldur bæði embættismanna og formanna nefnda og bara nefndar fólks alls að fylgja eftir þessum fjárhagsáætlunum og við munum náttúrulega leggja mikla áherslu á það að fylgja henni eftir vegna þess að það er eitthvað sem við þurfum að gera þar að koma þessum rekstri okkar í góð mál og það er alveg rétt sem að menn hafa komið hérna inn á að A-hlutin er samkvæmt áætlun í mínus. Ég held að við séum, ég veist kannski get ekki alveg fullyrt það, en ég held að sé fá sveitarfélög sem taka inn lífeyrisskuldbindinguna þar að segja þessar hækkun á framlagi til lífeyrissjóða sem gert ráð fyrir okkur upp á 240 milljónir. Ég finn þetta ekki en ég þó búin að sannreyna þetta í einu sveitarfélagi þar sem að kemur fram í greinargerða því að það er nú erfitt að finna suma greinargerðarnar en það er búin að sannreyna í einu sveitarfélagi að það er ekki gert. Ég veit að Reykjavíkurborg hefur gert það, þar að segja að tekur tillit til þessara hækkana á lífeyrisframlögum en í umræðum sem áttu sér stað við fyrri umræðu þá voru flest sveitarfélagi, mjög sveitarfélagi ekki að gera það. Þannig að ef við höfum til dæmis farið sömu leið og Garðabær sem það kemur fram í greinargerð þeirra, þeir taka ekki tillit til þessa, þá höfum við bara geta skilað fjárhagsáætlunni að hluta í plús. Það er bara einfalt. Þannig að það er bara svona eitthvað að segja. Þetta er eitt af það sem við gerum það að hlutin er í mínus. Við erum að taka tillit til 240 milljóna sem ég er ekki viss að öll sveitarfélög sem ég að gera og kannski ekki mörg. En ég veit þó að Reykjavíkurborg gerir það. Þannig að bara svona því sé haldið til haga. Það er alltaf gott að vera í góðri bæjarstjórn og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og benti mér á að ég hef gleymt mikilvægum þáttum sem ég er búin að tala svo mjög oft að ég hreinlega bara gleymdi að minnast á það núna. Það er þessi samskipti við ríkið. Ég var ágættur fundi í gær með sveitarstjórnarmönnum og þar var akkúrat verið að ræða samskipti við ríkið og það virðist vera eini aðilinn sem getur í raun alltaf svikið samninga eða þarf ekki að standa við það og getur falið sig á bak við fjárlög. Og það er eitthvað sem er algjörlega óþolandi. Bæjarfulltrúi Gunnar bendir á að staða gagnvart ríkinu í málum fatlaðra sé í mínus og hann talar þarna einhverja 260 milljónir sem við vonum nú að kannski verði ekki alveg svo miklu. Við erum að gera okkur væntingar að tekjur á jöfnunarsjóði verði eitthvað aðeins herri heldur en við þó erum að gera ráð fyrir í áætlunum en við höfum ekki alveg fast í hendi þannig við getum ekki tekið tillit til þessi áætlunum. En hins vegar höfum við boðað það að við þurfum að leggjast yfir þetta, hvernig við erum að ráðstafa peningum okkar í málaflokki fatlaðs fólks og það er eitthvað sem við ætlum að setja vinnu í gang við. Hins vegar það bara þannig að ég held að við þó svo við leggjumst í þetta þá verður þetta alltaf þannig að samfélagið þarf eitthvað að greiða með þessu. Við komumst ekki hjá því að það er alltaf eitthvað, það er bara þannig
Það verður alltaf einhver kostnað sem lendir á sveitarfélögin, en ég held samt sem það sé mjög mikilvægt að koma til botnið því hvað við eigum að borga og hvað við eigum að gera. Það hefur verið rætt forgangsröðun og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á þetta forgangsröðun framkvæmda. Það er náttúrulega bara þannig að við erum þetta er okkar áherslur í meirihlutanum, við stöndum á þeim. Það síðan verður að ráðast, það hefur rætt það að kostnaður verði miklu meiri heldur en þær 400 milljónir sem að gert er ráð fyrir. Það er náttúrulega eitthvað sem við náttúrulega hljótum að horfa fram á ef kostnaðaráætlanir, það búist við því að kostnaðaráætlanir liggi fyrir núna á næstunni, og ef þetta verður eitthvað miklu hærri fjárhæðir þá þurfum við bara að endurskoða málin. Það er ekki, við erum núna að gera ráð fyrir 400 milljónum og með þau vinnubrögð sem við ætlum að beita þá þurfum við þá að taka pólitíska ákvörðun hvort við ætlum þá bara að hörfa eða draga úr eða gera með einhverjum öðrum hætti. En eins og staðan í dag þá eru gert ráð fyrir 400 milljónum í framkvæmdina og það er eitthvað sem við erum að stefna að. Það er talað að samstarf meiri, menn töluðu hér samstarf meiri og minnihluta. Það er nú alltaf svoleiðis að maður vil alltaf gera betur. Það er nú samt líka þannig að við teljum okkur hafa gert ýmsa hluti vel og höfum verið að leggja áherslu á samstarf, en það er alltaf þannig að það voru auðvelt að gagnrýna það. Ég hef verið sjálfur í því hlutverki. Ég hef setið hinum yfir borðið og það er miklu auðveldara að gagnrýna heldur en að standa hér hinum yfir borðið og vera að kalla eftir samstarfi, þess að það er fullt af ákvörðunum sem þarf að taka og fullt af hlutum sem eru ræddir og ég hef líka bent á það og ég geri það hér og enn aftur að það væri rosalega gott ef við sæjum hér fram á bæjarfulltrúa í starfi þar sem við gætum þá átt betri samræður á daginn á vinnutíma, við séum ekki að senda á milli okkar tölvupósta eftir miðnætti eða eitthvað slíkt, þannig að það er til dæmis eitt þeim sem við mættum og gætum bætt í vinnubrögðum í bæjarstjórn. Þannig að það er nú svona eitthvað sem við varðandi Drottningabrautastíginn, framhald á honum fram í Hrafnagil, það er náttúrulega eitthvað sem það er einhverjir fjármunir þarna sem eru gert ráð fyrir í stígagerð. Ég meina að þetta er náttúrulega miðað við allt sem að ríkið virðist vera að svíkja þessa dagana, þá eigum við ekki trú á því að ríkið Vegagerðin komið með fjármagn í þetta á næsta ári. Þannig ég held að þetta sé nú eitthvað sem við munum þá bara nýta í okkar ranni, en við sýndum vissilega samstarfsvilja við Eyjafjarðarsveit, en ég held að við ættum nú líka bara að taka aðeins skrefi lengra og bæjarfulltrúi Gunnar var með ágætis, eða bað hér ágætis umræðu í síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem var rætt samstarfssveitarfélaga eða sameiningarsveitarfélaga og hvernig við getum skoðað það í heild sinni. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa til. Bæjarfulltrúi Preben talaði þennan halla á A-hluta. Ég hef búin að ræða það. 240 milljónir hefði kannski bara gert það að þetta hefði allt saman í plús og allir verið mjög hamingjusamir. En það er einhversið þannig að ég tel í rauninni að það er einhversið 240 milljónir eru ef að þetta samkomulag kemst ekki í gegnum Alþingi sem að maður veit ekkert hvort það gerir. En hins vegar ef að samkomulag næst ári þá erum við ekkert að spara þessar 240 milljónir, en við erum klárlega að spara einhverja 150, upp undir 150 vonandi. Þannig að það hefði hleypt okkur í og það leipur okkur í plúsin. En við þurfum samt að halda vök okkur og það hefur komið fram hérna í máli mínu að þetta er mjög aðhaldssöm fjárhagsáætlun og hún krefst þess að menn sýni aðhald í öllu kerfinu. Það verður ekkert einfalt. Og þegar bæjarfulltrúi Eva talar það að við þurfum að horfa til stöðugildana, ég er alveg sammála þessu og ég stundum, við þurfum bara að koma þessu inn í alla nefndir, og það er ekki bara meirihluti og ekki bara formaður, ekki bara embættismaður, það eru nefndirnar sjálfar sem eiga bara að vera meðvituð það að við erum ekki að fara að bæta við stöðum. Og við stundum látum eftir, ég meina bæjarfulltrúi Silja kom inn á hér forvarnarfulltrúana, við erum að samþykkja það til 1 árs, en ég vil líka fá að sjá nákvæmlega hvernig það er að skila sér. Þess að það er voða auðvelt að búa til stöður og segja að það sé nauðsyn og það sé þörf og svo framvegis. Hver vill ekki bæta við starfsmönnum í öllu kerfinu? Það er mjög einfalt, þannig við þurfum líka að þegar við setjum eitthvað í ganga eins og við ætlum þó að gera þarna, þá þurfum við í rauninni að elta það uppi og vita hvaða árangri það er að skila. Það er nú svo að hér voru rædd meðal annars Preben og Eva töluðu hér að seinagang og slugsgangi í sölu eigna. Það má til sanns vegar fara, við hefum getað verið komið lengra með það. Þar spiluðu bæði
Alþingiskosningar og formannsraunir inni, það verður bara að segja þess að í Samfylkingunni, að Logi Már bæjarfulltrúi leiddi þetta verkefni og það bara dróst aðeins. Það er líka stjórnsýslubreytingarnar, það er ýmislegt sem olli því að þetta fór aðeins út af sporinu. Við erum búin að setja núna kraft í þetta, það er búið að funda og við ætlum að knýja þetta mál áfram. Ég deili alveg þegar ég skoðun manna hér að við þurfum að hraða þessum og selja eignir. Við erum bara með á mikið eignum og við höfum tækifæri að losa okkur eignir, þannig ég held við eigum að horfa til þess. Og ég vona vænt til þess og við erum búin að skipa nýja fulltrúa í þennan hóp og ég held að við sjáum alveg hlutina vonandi fara að gerast hraðar heldur þeir gerðu áður. Auk þess sem að við erum líka búin að kannski loka málinu varðandi stjórnsýslubreytingarnar, þannig að það er komin þá meiri festa í það hver stýrir því af hálfu embættismanna. Þannig að við svona sjáum vonandi til gerast eitthvað í þeim málum. Bæjarfulltrúi Preben talaði framtíðarsýn Listasafnsins. Ég get alveg tekið undir það, við þurfum að móta okkur einhverja sýn þar. Þetta er merkilegt verkefni og við getum í rauninni og eigum að geta náð og eigum að horfa til þess að það sé verið að búa til eitthvað sem skapa tekjur. Það er alveg rétt og ég held að það þurfum við bara að leggja áherslu á þegar við höldum vinnun áfram og það er nú þannig að það er svona, ég sé alveg tækifæri því. Hann talaði það að það væri nokkri kjarasamningar eftir. Ég held að sé nú bara ótilstandandi kjarasamningi tónlistarskólakennara og hann benti á þá. Ég held að sé mjög mikilvægt að við menn nái til lands í þeim samningum. Það er ófært að ein stétt skuli vera með ófrágengna samninga en það er margt sem veldur því að það hefur ekki náðst en ég held að standi ekki ég vil meina að sveitarfélög vilji klára þetta mál. Þannig ég trúi nú að menn reynir nú að klára það sem fyrst. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti talaði innri leigu. Það er náttúrulega kemur fram og bæjarfulltrúi Eva leiðrétti það að það náttúrulega kemur ekki fram í rekstrarreikningunum þegar það er búið að netta það út í rekstrarreikningum bæði A og B-hluta. En hins vegar er það væri og ég er búin að tala það fjármálastjóra bæjarins að við þurfum að koma þessu inn í þarna málaflokka yfirlitin. Þannig að það komi bara sérstakur liður sem innrilega þannig að við séum þá eitt skiptir öll búin að það sjáist þar. Þannig að ég get alveg tekið undir það. En ég bendi hins vegar bæjarfulltrúum á það að undir gáttinni fyrir næsta bæjarráðsfund er komið mjög gott blað sem hefur unnið varðandi innrilegu fyrstu 10 mánuðina. Þannig að þar erum við að bæta vinnubröðin. Við erum í rauninni að fara að taka upp svona og við höfum talað fyrir því og ég legg áherslu á það að við komum í bæjarráð með meiri upplýsingar heldur bara mánaðarleg uppgjör heldur þá komum við með einhver svona statistik einhverja tölur og fjármálastjóri hefur akkurat útboðið núna mjög gott og greinargott yfirlit yfir innrilegu fyrstu 10 mánuði ársins 2016 sem ég skora bæjarfulltrúa að kynna sér. Það sem að mjög þá sjá menn hvernig þetta er að gera sig. Bæjarfulltrúi Njáll talaði mikla framkvæmdir og þetta er sögulega mikla framkvæmdir, það er alveg rétt. Það er líka ýmislegt sem að hefur verið svona kannski setið á hakanum, sérstaklega það hjá eða kannski menn hafa þetta safnað upp hjá til að mynda dótturfyrirtækjum, B-hlutafyrirtækjum og Norðurorka er að fara í mjög mikla framkvæmdir og ef maður rétt þá er bæjarfulltrúi Njáll í stjórn þar og hann þekkir þær framkvæmdir mjög vel. Það hefur verið dregist og nú er bara allt komið þörf á þessu. Það er ekkert, við ræddum það þegar forstjóri Norðurorku kom hér í bæjarráð að það var ekki takt í rauninni að hnika, það er bara orðið svona þörf á ákveðnum hlutum, það var erfitt að eiga við það kannski þá, menn kannski geta hugsanlega stoppað glerárvirkjun eða að dreigja hana eitthvað á langinn en það er akkurat það líka sem við erum að tala um að við erum að auka við raforkuframleiðslu á svæðinu, þannig að þetta er svona, þannig ég held að þetta sé dálítið erfitt að eiga við það. Bæjarfulltrúi Sóley talaði hér flokkun á bókhaldi. Það er vissulega, ég er alveg sammálanið að stundum finnst mann þetta svolítið sérstakt en það er nú engu að síður að það er til reglur og lögum þessa flokkun okkar og hún er svolítið stíf þannig að ég held að við eigum svolítið erfitt með að hnika þessu en þetta er svona, ég er alveg sammála því að við þurftum að það væri eftir að væri stundum hægt að skoða þetta með öðrum hætti en það er reglurnar setja okkur svolítið skilði. Hún talaði að við þurfum ég var að tala að prósentuhlutfall launakostnaðar væri hátt ef maður skoða prósentuhlutfall af
fjármagnskostnaðar, þá þetta á bilinu einhvers staðar, þetta okkar nú svolítið, þetta einhvers staðar 45% myndi ég segja meðaltali, sem sagt fjármagnskostnaðurinn. Hvort að það mikið eða lítið, það skal ósvalláti, það ég að tala með A- og B-hluta heildina, en ég held að þetta sé eitthvað sem að svo sem ekki að íþyngja okkur, sveitarfélagið ekkert ofskuldsett, en hins vegar þetta líka, væri óslega gott ef við getum borgað niður skuldir og borgað minni fjármagnskostnað, það alveg rétt. En hins vegar það, ég held því fram samt sem ára við, það pínu ágefni hvernig launakostnaðan hefur hækkað hjá sveitarfélaginu í prósentu. Og það eitthvað sem að við þurfum í rauninu, og það kannski meira í bókunni hérna með þarna fjárhagsáætluninni eins og alltaf, þá eiga menn að gæta þess þegar í rauninni að nýta starfsmannaveltu ef hægt til þess að draga úr stöðugildum. Og nú erum við komið með upplýsingar um það. Þannig að við erum búin að bæta það, við erum komið tæki og tól til að fylgjast betur með, og það bara hlutverk gott bæjarfulltrúa, ekki bara á þessu kjörtímabili heldur bara næstu kjörtímabilum að fylgjast með því að þetta eitt af stóru málunum sem við getum náð einhverjum breytingum á. Það bara þannig. Ég held nú að ég sé búin að fara yfir það sem búið að koma fram í umræðinni. Ég bara þakka góða umræðum. Ég finnst líka ánægilegt að menn kannski byrjuðu allir hér á skal ég segja jákvæðanótum. Ég var nú eiginlega bara fann að hafa áhyggjur af Gunnari, hann var svo jákvæður til að byrja með. En hann klikti nú út með bókun sem að kannski aðeins dreigur úr þessum ánægja tóni, en engu að síður það þó ef maður Pollyanna svolítið, þá horfir á þessar bókunas og það sem maður ræddi þá myndi ég segja bara plúsarnir hefði jafnvel verið fleiri heldur en mínusarnir. Þannig að ég bara ánægður með það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Alltaf gaman að taka þátt í og hlusta á umræður í fjárhagsáætlun og maður og sérstaklega þegar maður fer svona fram og tilbaka í alls konar málum og maður út á suður en gaman að því og ég ætla bara að byrja á því að svara fyrirspurn bæjarfulltrúa Evu þar sem hún var að spyrja notkunarkerfi fyrir umsýslukerfi í heimaþjónustu. Þetta að ræða þróunarverkefni sem að Búsetudeild hefur tekið þátt í að minnst á kosti í 2-3 ár með fyrirtæki sem að þróa ákveði kerfi með því að nota snjallsíma í sem starfsmenn nota þá snjallsíma þegar þeir eru að koma til þjónustu þega og í gegnum þá þetta ákveði flókið tæknilegt en þetta ákveðið kort chips inn í síman sem að hefur þá ákveðnar upplýsingar þjónustuna og þjónustuþegann. Þannig að þetta bara verkefni sem við erum að halda áfram með og er langt komið og enn og aftur vil ég nota tækifæri í þessum stóla að fagna því frumkvæði sem að starfsfólk innan velferðarráðs eða semst undir velferðarráði hefur sýnt velferðartækni og það horft til okkar með það hvað við höfum verið að afla okkur, þó sé ekki annað en upplýsinga og vera að pröfa ýmsa þætti og það nýbúið að ákveða vinnuhópa á öllum 3 sviðunum innan velferðarráðs þar sem að starfsfólk mun kafa dýpra inn í þessa velferðartækni og finna leiðir sem að hægt að nota innan þeirra sviða. Þannig að það fagnaðarefni. Og vona þetta var eitthvað svara fyrirspurnina Evu. Bæjarfulltrúi Njálltrausti talaði mikið um ferðamennsku og ferðamannastraum og framkvæmdir til dæmis í kringum Dettifossveg og flughlað og við skulum nú bara vona það að þetta gangi nú allt saman eftir þótt við höfum öll áhyggjur eins og
bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á hérna áðan að það er fjármögnunin. Hún virðist ekki alveg vera á hreinu en við bara krossum fingur því að auðvitað skipta þessi staður okkur miklu máli upp á þá ferðamannaþjónustu og þann fjölda sem að kemur hingað til Akureyrar því að þó svo að við teljum Akureyri vera stað þar sem að mikil tækifæri eru fyrir ferðamenn að taka þátt í alls konar upplifun og vera hérna að þá eru stóru staðirnir hérna í kringum okkur, ekki hér á Akureyri, þeir eru sérstaklega hérna fyrir austan okkur en eins líka seinni ár á Tröllaskaga. Þannig að hérna sjálfsögðu styður þetta allt saman við það sem við erum að gera hér en við megum heldur ekki gleyma því að horfa inn á við í þá ferðamannaþjónustu sem við viljum hafa fyrir þá gesti sem koma hérna í okkar sveitafélag. Og ég tengi það þeirri umræðu sem hefur verið hér áður í dag meðal annars listasafnið í miðbænum og ég hef séð hugmyndir hérna ýmissa aðila hérna gamlar hugmyndir, það kom einn maður hérna og sýndi mér eldgamlar hugmyndir það hvernig hann sá fyrir sér Listagilið sem hringiðu miðbæjarins og ég held að okkur hefur tekist að miklu leyti að koma ákveðni hringiðu inn í Listagilið í gegnum tíðina en við þurfum að laga listasafnið eins og ég held að allir hafa nú sagt það að þeir séu alveg meðmælti því að laga þetta en ég veit ekki hvort að við getum endilega verið að bíða mikið lengur og það hvaða áhrif hefur það á ferðamannastraum til Akureyrar að hér sé öflugt þekkt listasafn sem þá kannski hægt að tengja ákveðnum sýningum. Ég meina það hefur vakið heimsathygli að í bæjarfélagi ekki langt frá okkur hérna á Húsavík að þar að verða til safn og miklar hugmyndir tunglferðir og ég er alveg viss það að þegar að fara á stað með þá hugmynd að þá örugglega margir bara hlegið hvernig þetta í huga að fara með eitthvað safn á Húsafjörðum tunglferðir. Þetta vekur athygli og þetta mun ef áætlanir ganga eftir mun verða aðdráttarafl og sú hugmynd sem að mér finnst rosalega góð og ég get ekki muna hver kom með þessa hugmynd en hún var nefnd við mig að hvernig væri það ef við hefðum norðurljósasafn í Ketilhúsinu. Við værum þá komið með ákveðið aðdráttarafl sem að þá norðurljósasafn í Ketilhúsi. Ketilhúsið hefur alla burði til þess að búa til himingeima og nýta húsið í þeim tilgangi og tengja síðan við listasafni. Og þegar við erum komið með mjög góða aðstöðu eins og gert ráð fyrir í listasafninu núna, þá komið tækifæri til þess að fá í bæinn list sem við getum ekki tekið á móti í dag, sem að mun hafa aðdráttarafl meðal annars hjá þeim fjölda ferðamanna sem að koma hér í skemmtiferðaskipunum. Og þá náttúrulega frábært að geta farið á Norðurljósasafnið og skoða kannski málverk eftir fræga erlenda listamenn sem að sjaldan eru sýnd og þú hefur kannski ekki tækifæri til að skoða í þínu heimalandi og fá sér svo líka kaffi eða mat þarna í Listagilinu. Þannig að ég held að við verðum að horfa svolítið mikið til þess að þessar hugmyndir það sem við ætlum að gera í Listagilinu hefur margfeldis áhrif. Eins líka með sundlaugina sem nú búin að vera allt of oft hér til umræðu. Því miður þá hef ég heyrt það að gestir bæjarins, þá aðallega Íslendingar sem að koma hérna og hafa talað það hversu mikið sundlaugin Akureyrar hefur hrakað. Þetta var mjög vinsæl
stoppustöð ferðamanna hérna í bænum og það enn, ég ætlum ekki að gera lítið úr því, en fólk talar að þetta ekki sama aðdrátt að aflóða var og ég ætla að vona það að þessar breytingar sem standa nú yfir munu aftur lyfta sundlaugin á Akureyri. Því að bæði sundlaugin og Listagilið, þetta er okkar tækifæri til þess að gera Akureyri skemmtilegri og að gestirnir okkar upplifi skemmtilega Akureyri. Nú eins það lykil þáttur í eflingu þjónustu ferðamanna hérna á svæðinu að hér sé öflug samgöngumiðstöð og ég harma þá umræður sem kemur hérna fram það að eins og þetta sé mál sem skipti ekki kannski miklu máli en fyrir mér skiptir þetta máli og fyrir okkur í meirihlutanum við settum það inn í okkar meirihlutasamning að hér yrði komið á nýrri samgöngumiðstöð og ég veit ekki til þess að það sé nokkur teikn á loft það að það sé verið að fara að strika hana út. Við höfum seinkað henni, við höfum gjarnan viljað að hún væri komin af stað en við höfum seinkað henni og sett önnur verkefni þá kannski í meiri forgang en þetta verkefni sem við verðum að fara að horfa til því að eftir hverju erum við að bíða. Eins og aðstæðan í dag fyrir almenningssamgöngur þá þetta varla boðlegt, hvorki fyrir okkur íbúana eða gestina. Ég átti sjálf leið niður að Hofi í gær þegar að strætó til Reykjavíkur var að leggja á stað og það þarf ekkert marga bíla þarna inn á planinu á milli þar sem strætó stoppar og Hofs að það voru bara umferðaröngþveiti þarna því að 2 bílar stoppuðu ekki, það náttúrulega það sem það átti ekki að vera en þetta ekki boðlegt fyrir hvorki okkur né gesti okkar og betur fer var nú gerðar smávægilega breytingar eins og hægt var þarna við Hof til þess að koma í veg fyrir slysahættu en slysahættan þarna allt of mikil og við verðum að fara að klára það að koma samgöngumiðstöð á koppinn. Nú það örugglega má síðan segja við mig hvernig ætlar þú að forgangsraða og ég meina forgangsröðun alltaf það sem skilur okkur ofta tíðum að í pólitík, það hvernig við veljum forgangsraða og stundum alveg hægt að afbaka þá forgangsröðun sem hver og einn leggur fram en ég held að hér liggi fyrir áætlun þar sem nefndir og bæjarfulltrúar hafa lagt mikla vinnu í að gera sem besta fyrir íbúa bæjarins. Nú málefni og rekstur sviða innan velferðarráðs hafa oft verið nefnd í umræðinu hér á undan og svo sem ekki mikið við það bæta það sem komið fram. Við erum að verða eins og rispu plata hérna með það hvernig ríkið á að standa við sínar skuldbendingar gagnvart okkur sem tökum að okkur verkefni fyrir ríkið. Og það situr alltaf mjög illa í mér að það var haldinn fundur í Hofi rétt fyrir kosningar núna síðast alþingikosningar þar sem að þáverandi og nú starfandi heilbrigðisráðherra var að ræða meðal annars öldrunarmálin og hann segir þar, ráðherra segir að öldrunarheimilin og öldrunarþjónustan þar sé undir fjármögnun og en ég heyrði aldrei í umræðinu þar hvað hann ætlaði að gera fyrir utan það sem var þá verið nýbúið að kynna það voru þessa hækkun sem dugir engan veginn til heldur á daggjöldunum og það þarf að gera betur og ríkið þarf að horfa til þess að tekjuþörf ýmissa málaflokka og sérstaklega þeirra sem lúta velferðar, heilbrigðis, húsnæðis og menntamálum orðin uppsöfnuð og það engu að síður okkar hlutverk að halda áfram að krefjast leiðréttinga á þeim framlögum sem við fáum frá ríkinu því að þetta sameiginlegt verkefni og sameiginleg ábyrgð ríkis og sveitarfélaga að þessi mál séu í lagi. En svona að lokum þá vil ég endilega halda áfram að vera saman í þessu afmæli sem var talað hérna áðan og vinna saman og við erum öll ólík og vinnum á ólíkan hátt og
og verðum að læra að vinna með hvort öðru. Það er krafa íbúana að góð verkefni nái fram að ganga og ég tel að í þessari fjárhagsáætlun séu mörg góð mál sem ná fram að ganga og sé til velfarnaðar fyrir íbúa okkar. Við stjórnmálamenn getum alltaf gert betur og mér finnst mjög gott að fá aðhald bæði frá íbúum og samstarfsfólki í bæjarstjórn til þess að reyna að gera hlutina betur. En eins og ég sagði líka áðan, við getum hins vegar ekki alltaf verið sammála mál og forgang þeirra og það er það sem að gerir bæjarfulltrúastarfið svo ögrandi. En svona alveg í lokin að þá finnst mér bara þessu umræða og fjárhagsáætlun, mér finnst nú bara að gera Akureyri miklu skemmtilegri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Varaforseti. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka málefnalegur umræður og þakka Guðmundi Baldvini Guðmundsssyni bæjarfulltrúa fyrir að flytja þessa mál fyrir okkur hönd. Og ég vil bara þakka góðar umræður. Ég veit svo sem ekkert hvort það sé eitthvað að styttast í endan á þessu, en enga sig vil ég þakka góðar umræður og mér finnst margt mjög málefnalegt sem er komið hérna fram. Mér finnst líka mjög mikilvægt að við ræðum stóru myndina líka þegar við erum að ræða þessa hluti vegna þess að þetta hefur ótrúlega mikil áhrif á okkur. Hvort sem það eru áætlanir frá ríkinu varðandi Dettifossveg, varðandi flughlaðið, varðandi raforku og svo náttúrulega það sem við vorum að ræða áðan varðandi það sem ríki ættu raun og veru að greiða okkur. En allir þessi stóru þættir hafa svo mikil áhrif á hvernig við byggjum þetta samfélag upp, hvað við getum tekist á við. Vegna þess að við höfum oft átt á umræðu, bæði hér og annars staðar, hvað er rosalega mikilvægt að auka tekjurnar til þess að standa undir þessu flotta samfélagi sem við höfum. Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom inn á það að við tökum tillit til lífeyrisskuldbindinga og það skilur kannski á milli af hverju við erum ekki í plús og gerir það. Við höfum gjarnan vilja sleppa því, það hefur verið frábært að við geta bara mínusað út, en það var allavega okkar álit og það var lagt til við okkur að það væri betra að hafa þetta inni. En annars væri þetta svolítið flottara og betra. En varðandi sölu eigna og það, vissulega get ég verið sammála því að þetta mætti ganga hraðar og ætti að vera komið miklu lengra, en maður fattar það kannski, og ég veit að þið vitið þetta alveg, kæru bæjarfulltrúar, að þetta er samt ekki alltaf svona einfalt bara, þú veist, stimpla eitthvað blað og bara, í flestum þessum húsum og öðru er starfsemi, er fólk sem er að vinna þarna og það vil ekkert lesa þetta inn á einhverjum fréttamiðlum að við höfum ákveðið að selja húsið undan þeim eða, við þurfum að koma starfseminni fyrir annar stað, það þarf að vanda sig. Það er hægt að gera alls konar hluti þegar maður er í einkarekstri, en auðvitað þarf maður alltaf, hvað sem maður er í einkarekstri eða öðru, að taka tillit til fólks og svo reynum við að hafa eins mikið samráð við getum við starfsmenn og innan nefnda og allt. Það kannski flækir þetta, en ég held að það sé bara nauðsynlegt. Og mér finnst, þó að ég hafi nú verið svolítið með einhvern svona einhver skot á hann, þá finnst mér samstarfið vera ótrúlega gott og vera mjög mikið í öllum nefndum og allstaðar. Og það kom mér eiginlega óvart þegar ég kom inn í bæjarpólitík hvað er mikið. Og mér finnst við einhvern veginn reyna allstaðar að ná saman. Og við reynum allstaðar að koma til bóts, en kannski getum við ekki allt vegna þess að það er stundum svona smá áherslumunur á. En það að einhverju fá ekki allt, ég hef alveg mína væntingar, ég held að sé með okkur öll, við höfum áherslur og áhuga, en það er ekki hægt að gera allt, við vitum það alveg. Ég veit ekki betur en að við höfum reynt að taka tillit til þess eins og með nökkva, eins og með að setja peningin í öldrunarmál, fullt af þáttum, allstaðar reynum við. En þá fer maður að velta fyrir sig, verður maður bara að gera allt, eða dugar að við komum með uppfyllir 90% óskalistanum, við erum að reyna að láta dæmið ganga upp. Svo er eins og bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á, auðvitað er þetta áhersluatriði hvort það skipti máli að fara í umferðarmiðstöð núna, skipti máli að taka myndlistarsafni í gegn núna,
Það skiptir máli og við erum bara samfæra það. Það getur vel verið einhver komið hérna upp og segir hvað rekstraráætlunin, hvað ætlið að græða mikið og hvað þið að hagræða og svoleiðis. Það liggja fyrir tölur, það eru bara áætlanir eins og allt annað. Við vitum ekkert hvort að tekjurnar séu svona miklar eða ekki. Alveg sama, það er að greina allt til andskotans. En það segir ekki til það. Auðvitað gerum við ráð fyrir ákveðnum fjölda ferðamanna að heimsóknir fara úr 20 upp í 40 eitthvað. Það er ýmislegt að gerast hérna og auðvitað kallar húsnæði á það að fólk vilji frekar sækja það eftir svona breytingar. Það er ýmislegt að gerast hérna sem er bara frábært, en sumt af þessu ráðum við ekkert við. Við getum ekkert sagt til það hvort að ferðamannafjöldin verði hérna fyrir norðan orðin x 10% meir eftir 5 árið ekki. Mögulega getur bara ýmislegt í samfélaginu og í öðrum samfélagum haft áhrif á það. Og ef að einstaka bæjarfulltrúum finnst pólitísk umræða leiðinleg, þá skil ég ekki af hverju þeir eru ekki í pólitík, af hverju þeir eru í pólitík yfir höfuð. En það er nú annað mál. Málið er nefnilega það að við hreyfum aldrei við hlutunum. Við erum bara glöð og ánægð með það sem við höfum. Hvernig sem gengur árar, þá náttúrulega gerist ekki neitt. Hreyfi aflið í öllu er að við tökum gagnrýna umræðu það sem við stöndum frammi fyrir. Það er ekki hægt að fara fram veginn öðruvísi. Ef við erum ekki sammála, og þá erum við ekki sammála, þá þurfum við að reyna að sætta sjónarmið. Eitt af því sem við höfum verið að ræða hérna, og skiptir mjög miklu máli, það snýst ekkert frekju eða yfirgang. Það snýst að setjast niður ræða á jafnréttisgrundvelli. Við erum alltaf að tala jafnrétti í samfélaginu. Jafnréttisgrundvellur er ekki sá að koma fram einhverja tillögur og segja að þetta eru tillögurnar, við breytum þessu ekki. Já, en býtum nú við ef. Nei, þessu breytum við ekki. Þetta er búið að segja hérna uppi núna og sjálfsögðu er þetta ekki samræða sem leiðir til einhverja sameiginlegra niðurstöðu. Það er það sem við erum að benda á með þessu. Og mér finnst bæjarfulltrúi Eva Hrund kom bara ágætlega inn á þetta áðan að það væri gaman að gera svona tilraun. Bara mjög gaman. Það er engin að tala það að fara ekki og gera ekki eitthvað í listasafnum. Málið snýst það hvert er verið að fara með listasafn. Og ég hafði mjög gaman að því þegar bæjarfulltrúi Sigríður Huld var að telja hérna upp verkefni sem að væru svona nánast absúrd en væru samt að verða til. Já, þau eru að vera til. En ég veit ekki til þess að það sé Norðurþing sem er að byggja þetta safn upp þar. Það er einkaframkvæmd. Hvalasafnið í Reykjavík. Það er einkaframkvæmd. Af hverju gefum við ekki bara einkaaðilum tækifæri til að setja hérna upp norðurljósasafn í Ketilhúsinu? Og það er aldrei merkilegt núna að nú er farið að ræða Ketilhúsið sem á að vera hluti af listasafninu sem norðurljósasafn. Upplifunarsafn. Er það orðið hluti af listasafninu? Bara, nei, ekki mínum huga. Það er enginn að tala niður listi eða tala það að við ætlum ekki að ýta undir eða fjölga ferðamennu hérna með því að búa til aðdráttarafl. Við erum alltaf að því. En það sem við þurfum að hafa í huga í öllu þessu, og mér er alveg saman hvort við erum að tala listir, menntun, annars konar menningu, svo tónlist og annað, við verðum bara að hafa það í huga að við höfum lagt gríðarlega áherslu á það í gegnum árin að byggja mannvirki, að fjárfesta í steypu. Steypan kostar. Ef við byggjum fyrir 500 milljónir, þá erum við að festa 50 milljónir á ári áratugaskeið í rekstur. Af hverju notum við ekki þessar 50 milljónir á ári í innra starfið? Það sem gerir það að verkum að einhver vill koma og gera eitthvað. Ef að þetta er stefnan okkar, þá erum við ekki að fara að búa til raunverulega innviði sem byggja upp tækifæri fyrir aðila til þess að draga hérna ferðan. Það er bara ekki þannig. Þetta vitum við öll. Við vitum við öll. Það er hins vegar verið pínu tendens hjá pólitíkusum að byggja sér einhvers konar minnisvarða. Jú,
Ég var nú í bæjarstjórn þegar að þetta reis eða hitt reis. Þetta er mátt heyrt. Maður heyri sjaldan eða aldrei talað það. Jú, ég var í bæjarstjórn þegar að þessu hann hefur komið í framkvæmd hérna í innra starfi þessara stofnunar. Það bara sjaldan. Ég held að ættum að fara að taka þessa umræði dálítið lengra niður á þennan flöt og sem betur fer þá erum við kannski að fá smá möguleika til þess með tilkomu starfsáætlanina þar sem verið að tiltaka og forgangsráða verkefnum sem að koma örugglega til með að skila betri árangri og líðan og gleði í samfélaginu. Ég bara nefni sem eitt verkefni hérna sem ég sá hjá fjölskyldudeild sem hérna samstarfsverkefni með Heilbrigðisstofnun Norðurlands og sjúkrahúsinu að mig minnir greiningu gegn þunglyndi, barna og unglinga. Bara mjög mikilvægt verkefni, gríðarlega mikilvægt, forvarna verkefni. Svo tek ég undir þessa orð Guðmundar Baldvins hérna áðan að þessi forvarna fulltrúar sem hefur verið að samþykkja inn í áætlun núna, ég bara fagna því að menn horfa til þess að sjá hverju þessi stöðugildi og starfsemin á að skila. Það er ekki nóg bara að segja, hér er vandamál, fjölgun fólki. Það er ekki nóg. Það þarf að vera miklu meira á bakvið þetta. Og það er eitthvað sem við þurfum aðeins að fara að taka umræðu hér inni. Það er hluti af pólitík að taka þá umræðu. Svo hef ég alltaf mjög gaman að þessari umræðu bæjarfulltrúa Sóleyjar Björkar með heildarlaun. Með samanburð heildarlaun. Ef við erum að tala það að, heildarlaun, þau auki lífsgæði á einhvern hátt. En ef við ætlum að fara að byggja því að fólk þurfa að vinna meira til að hafa meira, þá hefur það minni tíma til að njóta lífsins. Nema að njóti lífsins í vinnunni. Og það er alveg ofsalega lítið vandamál í sjálfu sér að hækka heildarlaun hjá bæjarfélagi eins og Akureyrarbæ. Það er ógeðslega lítið vandamál. Þú fækkar bara fólki og býður þeim sem eftir eru aukna yfirvinnu. Það er bara sáralítið vandamál. Máli snýst ekkert þetta. Máli hlýtur að snúast dagvinnulaunin, þegar að segja kjarnan, síðan er hitt eitthvað sem er tilfallandi. Og við skulum ekki rugla þessu saman. En eins og ég sagði áðan, og ég var ánægður með það að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvins skyldi nú líta á bókunum okkur sjálfstæðismanna sem jákvæða því. Hún er náttúrulega jákvæð í eðli sínu. Og það býr í henni gríðarleg gleði og ánægja. En í henni er líka svona ákveðin ábending ákveðna hluti sem við erum ekki að ná saman Og það er ákveðna ástæðu fyrir því að við erum ekki að ná saman þetta. Og við erum ekki á móti bara til að vera á móti að því að við erum í einhverjum öðrum flokki. Við erum á móti vegna sem við erum ekki sammála. Ég held að hljóta að komið hérna fram. Það bara hlýtur að vera. Og ef við hefðum hins vegar kannski sest niður á annan hátt og rætt málinu á annan hátt, þá kannski hefði það endað með öðrum hætti. Og aðeins varðandi samgöngumiðstöðina, ég held að við sem öll sammála það að þessi aðstaða sem er núna niður í Hof, hún er óviðunandi. En á meðan að það er hangið á því að staðsetja þessa samgöngumiðstöð hér, þar sem hún kemst ekki fyrir og verður bara fyrir, þá bara sitjum við fast í þessari súpu, en að meiri hlutin bara ákveði það og þröngvi því bara gegn að hún verði reist. Þá er það bara þannig og við verðum það bara að taka því. Enn og aftur, við erum hérna til að vinna saman að því að gera góðan bæ betri og þá skulum við líka gera það á sanngjarnan hátt. Við skulum gera það þannig að við ræðum þá raunverulega saman og við skulum vera viðbúin því að við séum ekki sammála en við skulum líka það vera tilbúin til þess að hlusta á gagnrýni á þess að taka hana til sín. Það er algjör óþarfi. Það er bara algjör óþarfi.
Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jó Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar bara að koma aftur inn á þessi mál mitt sem við talaðum á hann að sýna A-hlutan réttum yfir núllið og bæjarfulltrúi Guðmundur kom réttilega inn á það. Við erum með lífeyrisskuldbindingarnar þar inni og auðvitað getur tekið þær út og gert það bara eins og hinir einhverjir. Ég er náttúrulega algjörlega ósammála því auðvitað gerum við ekki eins og hinir sem er að gera hlutina rangt. Ég held að þetta sé rétt. Þetta sé rétt að gera ráð fyrir því að við séum með útgjöld sem við vitum að við komum líklega til að greiða. Þá bregðumst við því. Það sem ég er aftur að kalla eftir, hvar setjum við okkur markmið? Er það markmið okkar að reka A-hlutan á núlli? Að skila honum réttum yfir strikið? Er það markmið að skila honum í 111 milljónum? Akkur ekki bara 115? Eða 110? Eða 150 og höfum þá íþróttahúsið opið upp í Giljaskóla? Nei, upp í Naustaskóla? Eða lögum ykkur aðeins með það? Af hverju erum við með þessa tölu? Eina talan sem ég veit að við reynum að hafa þessi markmið þar að skila þessu réttu með við strikkið. Og auðvitað sjálfsögum að hafa þessar skuldbindingar inni þar sem það er rétt að við horfum fram á þessar skuldbindingar. Ef það svo kemur í ljós að við, og svo tala við lærri, þá er það bara gott. Við erum líka alltaf að skjóta á það hvað fjármálsgjöldin verða. Kannski skiptir þetta engu máli því að við höfum ekki hugmyndu hvort að þau eru milljarður eða 100 milljónir. Það er allavega mín sýn að við höfum alltaf reynd að skila þessum á núllinu. Og það eigum við að gera á kjörtímabilinu en ekki á næsta kjörtímabili. Ég er alveg sammála samstarfi meirihluta og minnihluta og þetta er náttúrulega pólitíkur. Mér finnst ekki það því að þið ráðu því sem þið er ráða. Bara, sjálfsögðu. Maður reynir að koma með sín sjónarmið inn. Þannig virkar þetta. Og bestu náttúrulega við getum öll verið sammála það hvað er verið hvað. Ég upplifði það bara að við höfum haft ágætis vettvang til þess að koma okkur skoðanum á framfæri og oftast höfum bara vel hlustað ágætlega á okkur. Ekki alltaf, en oftast. Bæjarfulltrúi Matthías, kallar bara vinanöfnum hana. Jú, Matthías, við getum alveg sagt það þegar við förum í stóra framkvæmd eins og við ætlum að gera í Blyfstagili, hvað stefnu við höfum varðandi þessa framkvæmd. Við getum alveg sagt það að við stefnum á því að sameina MAK og Listagilið. Nú hendi bara ykkur fram, ég er ekki að segja sé það, við getum alveg sagt það að við ætlum að hafa einhverja upplifun sem mun selja, sem mun draga að fólk inn í Ketilhúsi. Þetta getum við algjörlega sagt áður en við förum í framkvæmdina. Við þurfum að vita af hverju að fara í þessu framkvæmd, ekki bara því hún er svo smart. Af hverju erum við að tengja þetta á milli? Ætlum við að leigja Ketilhúsið með einhverjum kvöðum með kaffihúsinu? Eða ég veit það ekki. Ætlum við að setja stjörnukíki ofan á Ketilhúsið? Það er ekkert að því að gera sér góða sýn hvar við sjáum þetta fyrir okkur, hvernig við sjáum reksturinn og annað. Ég fagna því ef það er búið að funda sölu fasteigna. Bara verulega fagna því og það er þá loksins hvað gerist því. Ég held að það verið 2 fasteignir seldar á síðustu 6 árum. Það var Akureyrarbær. Það var gamli tækniskólinn. Það var hótelbygging sem var að feilast eftir því og ríki átti helminginn. Og svo var lítil húseign í öðru sveitarfélagi. Og það er Varpholti. Annað held ég hafi ekki verið selt. Svo ég muni eftir. Samgöngumiðstöðin. Við erum ekki að fara að byggja, ég trúi því ekki við sem fara að byggja samgöngumiðstöð af því að landsbyggðarstrætó vantar aðstöðu. Það hlýtur að vera hlutverk einhver annars heldur bæjarfélags Akureyri
ég spyr það líka, og ef það má alveg laga aðstöðunir í Hofi líka. Og mér finnst volið flott markmið að hafa flotta samgöngumiðstöð. Og hún má bíða, það er kannski líka gott að fá hana strax. En við hefum bara ekki pening í augnablikinu, ég get ekki séð það. Ég var nú svona, gat ekki hann að brosa þegar bæjarfulltrúi Sóli kom að hugmynd að breyta neðstöðinni hérna bara tímabundið í samgöngumiðstöð. Vilt hugmynd, en það er svolítið gaman að huglega hana. Hvað þá? En annars takk. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki mikið að fara yfir áætlunina, hérna fjárhagsáætlunina. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin fór nú bara mjög vel yfir þetta og hefur svarað spurningunum líka bara mjög vel sem hérna hafa borist, en það hafa skapast fjörugar skemmtilegar umræður í kjölfarið og meðal annars framkvæmdina sem fyrirhugaðar eru á næsta ári og jafnvel næstu 3 árum líka. Bæjarfulltrúi Sóli Björk kom inn á það að það skipti máli hvernig hluti væri flokkaðir og hvernig forgangsröðunin væri og ég get alveg tekið undir það. Hún tók meðal annars sem dæmi Sundlaug Akureyrar og snjótróðari að það fær undir æskulýðs- og íþróttamál og spurði jafnvel hvort það væri ekki hægt að tengja ferðaþjónustuna. Við hugsum mikið ferðaþjónustuna og skiptir miklu máli að skapa samlegar áhrif hérna í bæjarkerfinu hjá okkur fyrir ferðaþjónustuna. En við höfum heldur ekki gleyma því að það hefur oft verið rætt mikla aukningu í íþróttamálum. Það sem verið að fara í framkvæmdir í íþróttamálunum og þau hafi blásið svolítið út þau mál. Og þá kemur einmitt líka að því hvernig hlutin eru flokkar. Við megum ekki gleyma því að íþróttamannvirkin eru líka hugsuð sem skólamannvirki. Helmingstímans, opnatímans eru þau skólamannvirki. Og ég held að það var mikilvægt að þó við hugsum líka ferðaþjónustuna að þá hugsum við allar framkvæmdir sem við erum að fara í út frá íbúunum okkar og svo geti gestirnir bara fengið að njóta með okkur. Varðandi það að við séum að safna eignum og fermetrafjöldin hafi farið úr 72.000 í 137.000, þá er það alveg rétt. En það hefur gerst á 14 árum. Það er ekki gerst á 2-3 árum, það hefur gerst á löngum tíma og meðal annars vegna þess að við erum jafnvel að kaupa jarðir sem fylgja fasteignir og við þurfum meðal annars að skoða það í þessum vinnuhóp sem er búin að funda einu sinni hvaða eignir við getum selt og það er komna fram tillögur sem er verið að vinna frekar. Og við ætlum að reyna að funda þétt núna á næstunni til þess að geta komið fram einhverju tillögur til nefnda sem taka síðan afstöðu til þessara tillagna og skila aftur til hópsins. Mér langaði aðeins bæjarfulltrúi Silja Björk var að telja hérna, Silja Dögg var að telja upp hérna áðan góða hluti í fjárhagsáætluninni. Mér langaði líka til þess að fagna því sem að koma hjá íþróttaráði. En við erum að hækka íþrótt- og tómstundaávísunina upp í 20.000 krónur í þessari fjárhagsáætlun. Það er tillaga íþróttaráðs og það var gaman að segja frá því að frá árinu 2015 þegar við hækkuðum ávísunina upp í 12.000 úr 10.000 krónum þá erum við búin að hækka hana frá 10.000 upp í 20.000 og auk þess erum við búin að hækka aldurinn frá 13 ára og upp í 17 ára sem mikið fagnaðarefni fyrir fjölskyldufólk hérna í bænum. Það hefur aðeins verið rætt varðandi framkvæmdina í listasafninu og af hverju við erum að fara í þessa framkvæmd og það er nú bara skiljanlegt að fólk velti þessu upp fyrir sér. Þetta er miklu fjármuni sem við erum að fara að eyða þarna í þessa framkvæmdir. En listasafnið er eitt af þeim mannvirkjum hérna í bænum sem hefur beðið lengi eftir viðhaldi og mikil þörf er komin á. Það er verið að fara í endurnýja glugga, það er verið að fara í nýtt rafmagn. Við erum að auka aðgengi fyrir fatlaða. Það er ekki lyfta í húsinu núna, þannig að það er fyrirhugað að koma lyftu fyrir þarna, breiðari göngum og betri aðgengi fyrir alla. Þannig að þetta er stór fasteign, þannig að upphæðirnar eru háar, þetta eru 2200 fermetrar. Þannig að það segir sér svolítið að það mun kosta virkilega mikla fjármuni að fara í þessar framkvæmdir, en við erum tilbúin til þess að gera það. Ég tek undir áhyggjur félagamenn hérna í bæjarstjórn varðandi hafsögubátinn og flughlaðið og eins vegi með Dettifoss að þetta skulle ekki vera með fjárlögum og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að beita okkur fyrir og vonandi tökum við umræðu þetta á næsta bæjarstjórnarfundi eða í bæjarráði. Varðandi
Sundlaug Akureyrar, framkvæmdina þar, það hafa aðeins komið til tals hérna í dag og mér langaði aðeins að fara svolítið yfir söguna. Þegar ég tek við sem formaður íþróttaráðs þá var það eitt af mín fyrstu verkum að kanna hvort við gætum dregið úr þessum framkvæmdum eða jafnvel hætt við þær. Og eftir að hafa kannað það frekar og rætt við þá aðila sem að gengið var til samninga við, þá var það kostnaðarsöm aðgerð að það borgaði sig ekki. Þannig að við ákváðum að bara slá til og halda áfram með þessa framkvæmd. Og hún hefur undið svolítið upp á sig því eins og með listasafni þá sundlaugin þannig að hana hefur skort viðhald í ansi mörg ár og eins og bæjarfulltrúi Sóli Björk minni mig kom hérna inn á áðan þá var þetta virkilega mikið aðdráttarafl. Og þrátt fyrir það að það hafi skort viðhald á síðustu árum þá þetta mest sótta mannvirki bæjarins með 360.000 heimsóknir á ári. Og við viljum vissilega að þetta aukist enn frekar með þessum framkvæmdum. En þetta ekki bara nýframkvæmdir, þetta ekki bara rennibrautirnar sem við erum að fara í, þessar 2 stóru rennibrautir og síðan barnarennibrautirnar, heldur erum að bæta við aðstöðuna þarna. Við erum að auka aðgengi fyrir alla, við erum að hugsa mikið út á aðgengi fyrir fatlaða, við erum að bæta við heitum potti, við erum að stækka lendingalaugina og þetta mikið viðhald líka. Það verið að laga yfirborðsefnið á bökkunum sem var komið á tíma. Það hafa líka komið 2 ófyrirséð verkefni upp núna á árinu þar sem við þurftum að fara í barnalaugina og laga yfirborðsefni þar og það kostaði, það kom líka upp verkefni varandi nýja karið eins og við köllum það, að við þurftum að skipta dúk þar þannig að þetta safnast stundum saman. En ég held að það var mikilvægt að við áttum okkur að því að þetta líka viðhald, þetta ekki bara nýframkvæmd hjá okkur. Það kom upp áhyggjur hérna áðan varandi Naustaskóla að það sé bara einungis áfallar 60 milljónir í framkvæmdir við Naustaskóla. Ég deila alveg þessum áhyggjum, það stökk að fara úr hönnun sem var gert ráð fyrir 100 milljónum í 60 milljónir en við erum að vinna þessari hönnun núna og við verðum bara að sjá hverju það skilar okkur og fara í útboð og það nú bara þannig sem að reglan hefur verið hjá okkur að við gerum kostnaðaráætlanir og þær hafa staðist bara nokkuð vel í framkvæmdunum hjá okkur núna árinu 2016 og ég veit að sjálfstæðismenn lýstu því yfir hérna í fyrra þeir höfðu miklar áhyggjur til dæmis að skautasvellinu, endurnýjun plötunar í skautasvellinu en þær framkvæmdir stóðust nokkurn veginn bara og því ber að fagna og ég bara geri ráð fyrir því að það eins verði með Naustaskóla. En þegar við erum að gera áætlanir inn í svona framkvæmda áætlanir þá setjum við inn tölur og það farið í að fara í útboð og þegar tilboðin koma þá verðum við að taka tillit til þess ef að tilboðin mun hærri heldur en kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir þá annarkvort sé ég það í stöðunni að framkvæmdin seinkað eða hætt við hana eða við finnum aðra framkvæmdir á árinu sem við erum tilbúin til þess að seinka og mæta á móti eða hreinlega taka þá afstöðu hvort við séum tilbúin til þess að bæta í framkvæmdina. En þetta eitthvað sem við verðum bara að taka afstöðu til þegar kostnaðargreining liggur fyrir og tilboð hafa borist í framkvæmdina. En það allavega ekki mikið meira hérna. Ég get nú ekki bara annað en fagnað samstarfinu sem ég hef átt við minnihlutann. Það har bara verið mjög gott. En öll gagnrýni rýnd til gagns og ég held að við ættum bara öll að taka þetta til okkar að reyna að bæta okkur enn frekar því það alltaf hægt. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi í loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til að byrja með, þá vil ég þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir greinargóða yfirferð á fjárhagsáætluninni og jafnframt mjög svo góðar og málefnalegar umræður. Ég get tekið undir margt sem hefur verið hér nefnt og tek undir með bæjarfulltrúa Sigri að mér langar einn að vera með í þessari afmælisveislu. Ég verð að taka undir með bæjarfulltrúa Evu og bæjarfulltrúa Silju varðandi skólamálin. Nú ég alveg nýtekið við sem formaður skólanefndar og að sjálfsögum margt eftir að koma mér inn í. En ég kem ferskinn og hef ákveðið að líta á það sem kost og geta horft á málin og mögulegan annan hátt enda að koma ansi græn og umhverfisvæn úr umhverfisnefndinni. Varðandi endurskoðun skólastefnunnar þá sú vinna farin af stað. Miðstöð skólaþróunar mun stýra ferlinu og búið að funda og verði farið á fullt eftir áramót. Það hafði staðið til að fara fyrir stað en hefur að ýmsum ástæðum tafist aðeins. Ég tel mikilvægt að þetta veri heildstæð stefnumótun þar sem margir komi að, ekki síst við hér inni.
Og það að segja, ég tel líka mikilvægt að Akureyrarbær sé í fararbroddi í skólamálum. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Evu með að skólastefnan þarf að segja það sem bæjarfélagi vill leggja áherslu á í skólamálum og þjónustu við börn og fjölskyldur. Ég tel mikilvægt að við tökum samtalið hvað áherslu við viljum sjá og pólitíkina, eða við, höfum skoðun á því hvernig við viljum að skólasamfélagið þróist. Einnig tek ég undir fögnuð bæjarfulltrúa Silju varðandi þær 10 milljónir sem settar verða til leikskóla til að koma til móts við þá vöntun sem á plássum og þá með bættri nýtingu í leikskólum og þannig geta einhver börn verið tekin fyrir inn á næsta ári. Þetta byrjunin og nauðsynlegt að horfa fram á við og skoða hvernig þróun á næstu árum í fjölda barna og reyna að finna lausn til að koma til móts við þær. Jafnframt tek ég undir að nauðsynlegt að við samþættum okkur hvað það sem við viljum sjá í þeim málefnum tengda skólamálum, hvort sem það ungbarnadeild, setjum okkur 18 mánaða aldursreglu eða annað og reynda bara inn á fleiri sviðum hjá okkur, ekki bara fræðslusviðinu. Mér langar líka rétt að minnast á, svona í lokin, mikilvægt þess að við tengjum skólastefnuna við umræðan barnvænt samfélag, hvað felst í því að vera barnvænt samfélag og sveitafélag og einnig helstu áherslum í inntaki náms fyrir það sem býður nemandi á fullorðinsárunum og atvinnumarkaði sem verður öllu líkindum töluvert öðruvísi en sá sem nú er. Langar líka að nefna svona í blálókin að því getur fylgt kostnaður að forgangsraða, hvort sem í skólamálum eða öðru. Til dæmis inn á skólamálum, þá sérstaklega á innviði og endurmenntu kennara til að nálgast á þróun sem fer svo hratt, til dæmis í tæknimálum og einnig það sem snýr að kennslu, til dæmis í málum sem hafa með allan heiminn að gera, mannréttindamál, loftslagsmál, fjölmenningu, samvinnu nemanda, samkennd og svo margt fleira. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, af því að það er svo ótrúlega hollt fyrir geðheilsuna og ég held að það hafi áhrif á líkamlega heilsu líka að vera þakklátur, þá ætla ég að lýsa því yfir hversu þakklátt ég er bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir að veita mér tækifæri til þess að ræða launamálin aðeins betur. Mér fannst þegar ég lagði upp með þetta innlegg áðan ágætis hugmynd að tala heildarlaun og eins og ég útskýri vegna þess að það er það sem ræður því hvað fólk hefur í vasanum þegar að útborgun kemur og það skiptir fólk ótrúlega miklu máli en ég tek undir með bæjarfulltrúa Gunnari að það skiptir líka miklu máli að eiga frítíma og þurfa ekki að vinna of langan tíma. Best er ef að fólk bara getur valið þetta sjálft og getur þá sem sagt, það byggist þá á því að grunnlaunin sé á þann hátt að þau standi undir svona venjulegum lífsstandardi og fólk getur þá lagt á sig eitthvað aukalega ef það vill eyða eitthvað aukalega. Þarna erum við sammála. Þannig að ég bara þakka fyrir tækifæri og mun fara hérna yfir fleiri launatölur sem ég hef fundið inn á vef Hagstofunnar sem að heldur ágætlega utan upplýsingar laun sem hægt að panta þessar upplýsingar bara með ég til að taka og það bara hægt að stilla þetta hvað maður að biðja Og ég sem sagt hef beðið upplýsingar laun, til dæmis grunnlaun starfsmanna, sem sagt grunnlaun og þá erum við að tala allar stéttir. Og þar munar 70.000, 75.000 á mánuði í grunnlaunum, hvort að fólk vinnur á almennu vinnumarkaði eða starfsmenn sveitarfélaga. Og svo munar ennþá meiru á starfsmenn sveitarfélaga og ríkisstarfsmanna.
Síðan það datt mér í hug svona, því ég var nú svona þess að 50 þessum töflum, að skoða laun eftir, og maður svolítið að hugsa kennara. Ég meina það nýbúið að semja við kennara og við höfum talað mikið kennara og laun þeirra. Og kannski ástæðan fyrir ég beini orðum minn sérstaklega til bæjarfulltrúa Gunnars að hann hefur auðvitað gefið í skyn hérna og opnum fundi með kennurum að hann sé styðji þeirra kröfur og eða svona í mín allan hljómað þannig að styðji þeirra kröfur launahækkun og þess vegna líka sem ég vil bara að það sé skýr skilaboð það. En allavegna þá sem sagt svona til þess að því að þetta ekki þetta grunnskólakennarar eru allir saman held ég í vinnu hjá sveitarfélögum eða svona allavega, þannig að það ekki hægt að greina þetta alveg niður í svona stéttir en ég sem sagt ber saman laun sérfræðinga sem að ég tel að kennarar falli undir af þessum flokkum sem eru í boði og þá munar 270.000 á mánuði á meðallaunum sérfræðinga, grunnlaunum, meðalgrunnlaunum sérfræðinga á almennu vinnumarkaði og starfsmenn sveitarfélaga. Þannig að þessi munur reyndar þannig og það kannski hluti af mínu þakklæti til Gunnars að hafa fylgt þessa svona leitt þessu umræða aðeins lengra að þetta ennþá meira sláandi í raun og veru heldur en þegar farið og tekin heildarlaun allra stétta. Þannig að bara svona, ég vildi bara svona koma þessu á framfæri og þakka mjög fyrir þessa umræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Sólveig Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú eiginlega bara að koma þetta upp af því að ég held að menn væri nú allir búin að ljúka sér af í dag en kannski hefur Sólveig bæjarfulltrúi gefið Gunnari tilefni til að koma hér aftur og tala þessu launamáli. Ég vona nú að við séum bara komin á endapunkt í þessu. Ég held að ég vil bara fá af því ég var nú upphafsmaður þessa umræðu að fá að þakka fyrir afskaplega góða umræður og ég ætla bæjarfulltrúi Gunnar þegar ég fer úr bæjarstjórnarstólnum þá ætla ég að vera stoltur yfir því að hafa komið á stjórnsýslubreytingum. Ég ætla að vera stoltur yfir því að hafa unnið að málum í fjárhagsáætlanagerð. Ég ætla að vera stoltur af því að hafa þátt í því að stofna Vistorku. Ég ætla að vera stoltur af því að hafa komið ítt á eftir þéttingu byggðar og ég ætla að vera stoltur af því að jafnvel að hafa klárað lóðina við Naustaskóla. Þannig að ýmislegt sem ég ætla að vera stoltur af. Ég ætla ekkert að standa hér upp og stæra með einhverju byggingum en þetta svona, maður getur verið stoltur af ýmsu. En hins vegar það þannig að mér persónulega finnst mér umræður hér í bæjarstjórn afskaplega skemmtilegar. Hér tekist á og það stundum, svona gnistar aðeins á milli manna en það bara hinu góða. Ég held að við erum í pólitík til þess að takast á, við erum ekki alltaf sammála, en ég held svona að þegar ég man eftir því þegar að fréttamaður kom að máliði mennsinu þá sagði hann, það svo leiðilegt að hlusta á þessa bæjarstjórn, þið eru alltaf svo sammála. En auðvitað þurfum við stundum að láta aðeins ykkur heyra og við mögum ekki taka óstund upp, það pólitík. En ég ætla að benda bæjarfulltrúa Gunnar á það svona í lokin, að heilræði sem gamall maður sagði við mig, sem horfði stundum á mig þegar ég byrjaði í bæjarpólitíkinni. Hættu að lemja í borðið, það heyri svo hátt í sjónvarpinu. Gunnar var í máli sinu áðan, hann lamdi svo oft í borðið og þetta fer afskaplega í skal ég segja gamla fólki sem að hlusta á okkur sjónvarpinu. Gunnar mannst það bara næst. Takk fyrir og ég ætla svo bara að leggja til að við samþykjum þessa fjárhagsáætlun á langt líður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur kvætt sér ljós þá liggur fyrir okkur atkvæðagreiðsla hérna ýmsustu liði hérna. Ég ætla að fá að byrja á því að bera upp aðalsjóð reikningsniðurstöðu að fjárhæð mínus 517.412.000 og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð
13.789.375.000. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefi merki. Sem eru á móti. 5 sitja hjá. Þá ber ég næst upp A-hlutastofnanir. Eignasjóður Gatna rekstrarniðurstaða 38.251.000 krónur. Annar liður fasteignir Akureyrarbæjar rekstrarniðurstaða 375.442.000 krónur og framkvæmdamiðstöð þriðji liður framkvæmdamiðstöð rekstrarniðurstaða mínus 7.375.000 krónur. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefi merki. Þá þeir sem eru á móti. 5 sitja hjá, það samþykkt með 6 atkvæðum. Þá það næst ber ég upp samstæðureikning A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð mínus 111.095.000 krónur og niðurstaða efnahagsreikningi 28.018.956.000 krónur. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Sem eru á móti gefi merki. 5 sitja hjá, 6 samþykkja. Þá það næst ber ég upp B-hlutastofnanir í einu lagi. Númer 1 Bifreiðastæðasjóður Akureyrar rekstrarniðurstaða mínus 561.000 krónur. Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar rekstrarniðurstaða 722.000 krónur. Þriðji liður félagslegar íbúðir rekstrarniðurstaða mínus 2.911.000 krónur. Fjórði liður framkvæmdasjóður Akureyrar rekstrarniðurstaða mínus 6.972.000 krónur. Fimmti liður gjafasjóður ÖA rekstrarniðurstaða mínus 8.467.000 krónur. Sjötti liður fyrirgefið Hafnasamlag Norðurlands rekstrarniðurstaða 117.498.000 krónur. Sjöundi liður Norðurorka rekstrarniðurstaða 505.114.000 krónur. Strætisvagnar Akureyrar rekstrarniðurstaða 896.000 krónur og öldrunarheimili Akureyrar rekstrarniðurstaða 0 krónur. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Sem eru á móti. Samþykkt 6, 5 sitja hjá. Næst ber ég upp samstæðureikning Akureyrarbæjar rekstrarniðurstaða að fjárhæð 394.096.000 krónur og niðurstaða efnahagsreikningi að fjárhæð 44.335.447.000 krónur. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Þeir sem eru á móti. 5 sitja hjá, 6 samþykkja. Þá það næst ber ég upp framkvæmdar yfirlit Akureyrarbæjar. Aðalsjóður 715 milljónir. A-hluti 1.237.000.000, B-hluti 2.266.900.000 krónur, samantekin A- og B-hluti 3.503.900.000 krónur. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefi merki. Sem eru á móti. Enginn á móti, 5 sitja hjá. Þá það eftirfarandi tillögur að bókum vegna fjárhagsáætlunar 2017 eru lagðar fram og verða bornar hver fyrir sig. A. Starfsáætlanir. Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tillit til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefi merki. Þeir sem eru á móti. 5 sitja hjá, 6 samþykkja. Þá það B. Kaup á vörum og þjónustu. Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru og þjónustukaup þar sem því verður við komið, samkvæmt innkaupinastefnu Akureyrarbæjar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ýtrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerða skulu þjónustusamninga við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín. Þeir sem geta samþykkt það vinsælast gefi merki. Þeir sem eru á móti. 6 samþykkja, 5 sitja hjá. Þá það C. Áherslu við framkvæmdir fjárhagsáætlunar. Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins að geta
gæta ítrasta aðhals í öllum rekstri bæjarins á árinu 2017. Mikilvægt að allir yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum bent til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnu þörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingum með breyttu verkferli þegar störf losna. Allar slíka breytingar þarf að leggja fyrir viðkomandi nefnd og í bæjarráði. Þeir sem geta samþykkt það við sem gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það á síðustu berju upp svo hljóðandi bókun. Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreiddar erindi og tillögur fjárveitingar sem borist hafa í bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar. Ég lýsi því yfir að 3. liður dagskrárinnar ásamt 1. lið fundargerðar bæjarráðs frá 8. desember 2016 séu þar með afgreiddir. Og hér kjósum við þeir sem geta samþykkt það við sem gefi merki. Sem á móti. 5 sitja hjá. Þá í loki vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 8. desember, bæjarráð 8. desember, framkvæmdaráð 5. desember, íþróttaráð 1. desember, kjarasamninganefnd 7. desember, skipulagsnefnd 7. desember. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins og við segjum þessu fundi lokið. Ekki ská það. 19:27.